Þessi þáttur í boði Pop Smells frá Nova Sirius. Þetta súkkulaði pop sem kemur í 2 bragðtegundum, venjuleg súkkulaði með piparduftið, klálega uppáldið mitt. Þátturinn líka boði Doritos, snakk frá Ölgerinni. Doritos kemur í nokkrum bragðtegundum, þar á meðal Sweet Chili sem svarti bókin. Það ekkert snakk sem toppar hann, að mínum mati. Þátturinn líka boði Subway, bestu báturinn í bænum. Subway selur líka salat og vefjur. Uppáhaldsbátur minn á Subway, það kaldur BMT og ég kaup mér allavega alltaf 3 smákökur, þær eru það góðar. Og þátturinn líka boði Sambíóana. Sambíóan reka 5 kvikmyndahús á Íslandi, 1 á Akureyri, 1 í Keflavík, 3 í bænum, Álabakka, Kringlunni og Egilshöll. Egilshöll, það uppáhaldsbíó mitt, ég fer oftast þangað, salur 1, það ekkert sem toppar hann. Ég vil þakka þessu fyrirtækjum kærlega fyrir stuðninginn, ég vil líka þakka ykkur fyrir að hlusta og horfa á Bíóblaður. Endilega fylgið Bíóblaðri á Instagram, TikTok og Facebook og ef þið viljið styrkja Bíóblaður, verslið við þessi fyrirtæki sem styðja þáttinn. Hvað ert þú að gera í dag? Já. Er það flókin spurning? Já, þetta er ekki eitthvað svona, já, ég er bókari á KPMG, það er ekki þannig, Þetta er flóknara? Já, það er flóknara, að því ég er frílans núna, ég er sjálfstætt starfandi og ef maður er sjálfstætt starfandi á Íslandi þá þarf maður kannski að vera með nokkra bolta á lofti. Algjörlega. Það sem ég hef samt mest verið að gera í sumar er að gifta fólk, vegna þess að ég er athafnastjóri hjá Siðmennt, sem er húmanistafélag Íslands. Já, ok. Vá, ég átti ekki vona þessu svari. Ég veit það. Ég er að gifta. Já, þannig að ég var í gær á Þingvöllum með bandarist par sem urðu hjón eftir daginn í gær. Geggjað. Og já, þannig ég hef verið mest í þessu í sumar vegna þess að svona, ég er í verkefnum hjá RÚV og ég er í verkefnum hjá Glassriver og Vesturporti, en það er svona allt, hefur verið bara í mjög kærkomnu sumarleyfi núna síðustu vikur. Þannig að þá tek ég að mér að pússa saman fólk. Bara þú gerir allt, bara alls konar. Já, þú veist, það er eins og í þessum bransa, þú veist, maður þarf að gera alls konar. Ef maður ætlar að vera sjálfstætt starfandi, þá held ég allavega svona, ef ég horfi í kringum mig, þá þarf maður bara dálítið að hafa nokkra bolta á lofti og nokkra hatta, sko. Og ekki dörugt í þessu? Nei, og svo, veist að ég elska þetta. Ég er svo mikið svona, já, og þú veist, við komum kannski meira inn á það, en þú veist, að því að ef þú ætlar að vera góður handritshöfundur, ég trúi því allavega að þú þurfir að vera sko ógeðslega forvitin og bara hafa virkilega áhuga á fólki og samfélaginu og manneskinu og allt það, þá er nefnilega alltaf gaman að fá að gifta fólk vegna þess að þá færð þú að hitta parið og spyrja og hver er þú og af hverju fílar hann og hvernig kynnist þið og hvað saminar ykkur og hvað rífist þið og svona, þannig að þetta er algjör svona karakterstúdía í leiðinni. Nú er ég að gefa upp hérna ákveðið spil, en þú veist, ekki það ég sé að nýta fólki sem ég er að gifta í. Nei, ég skil þig. Þú hefur áhuga á fólki yfir höfuð. Já, og ég elska að hitta nýtt fólk, ég verð svona þyrst þegar ég sé nýtt og spennandi fólk, ég verð bara, hver er þetta og bara af hverju veit ég ekki hver þetta er og ég verð að fara að gefa mig að tala við manneskina og svona sko, mannlífið er bara svo óbóðslega litríkt og fjölbreytt og skemmtilegt að ég dýrka að bara svona, já. Ég tengi við þetta, ég er að hitta fólk núna reglulega í þessum þætti og það er ástæði fyrir því eins og þegar við vorum að bóka þennan tíma. Já. Ég hringdi hún ekkert í þú áttum eitthvað langt spjall. Nei. Það var ekki þannig. Nei. Mér langaði bara að ég þekki að systina. Já. Og ég sagði mér, ok, þá Björg lítur allan að vera nokkuð fín. Já. Það er systin með fín. Hún er svona betri endurbættar útgáðan af mér, þannig að já. Eitthvað betri útgáð. Já, hún er svona 2.0. Þannig ég sagði mér, hún er allan að fín. Já. En mér langaði líka bara að kynnast þér í þættinum. Já. Mér finnst það mjög skemmtilegt. Já. Og stór ástæða fyrir ég vildi hitta þig er kannski ekki að þú ert að gifta fólk þó það sé líka áhugavert. Það er því að þú ert að gera svolítið sem mér finnst mjög áhugavert og spennandi og það er að skrifa. Já. Og þú skrifaði seríu ásamt öðrum sem heitir Systarbönd og ég er nýbúin að horfa á hana. Já. Og mér fannst hún helviti góð. Já. Takk fyrir það, gaman að heyra. Og svona stærsta hrós ég get gefið þér er að þegar ég var búið með eitt þá vildi ég horfa á næsta. Einmitt. Það er geggja hrós. Það er hrós og kærastan var eins. Já. Af því ég sagði við kærastan minni, ég sagði, mér langar bara svo að hitta þig. Já. Og ég sagði, herðu, mér langar svo að horfa á Systarbönd. Og hún var bara svona, já, þú veist hvað er það, hafði ekki heyrt það þeim. Ég sagði, þetta er eitthvað svona íslenskt dót, eitthvað smá, svona thriller element, drama thriller eitthvað. Hún sagði, ok, svo horfa á fyrst þáttinn,
ég sagði, leistur ekki bara nokkuð að láta? Hún bara, jú, ég er bara mjög spennt. Og það hélst allar seríuna. Já, geggjað. Gaman að heyra. En þetta er eins og þú segir, sko, þetta er ég er nú ekki ein sem skrifaði þetta. Nei, er ekki 4 eða 5? Jú, við erum, sko, þetta byrjar þannig, guð mig góður. Já, nú byrjar, sko, tímalínan. Þetta er náttúrulega eins og verkefni af þessum toga. Þau taka mörg ár. Já. Og venjulega eru handrit, eða þau handrit sem ég hef komið að, núna hef ég gert 2 seríur á svona öðrum, þú veist, annars vegar Ráðherrann og hins vegar Systarbönd. Þetta eru bæði verkefni sem voru í skrifum og aðalega endurskrifum auðvitað, bara, þú veist, Ráðherrann tók svona cirka 8 ára eitthvað slags frá hugmynd að frumsýningadegi, Systarbönd, það er rosalegt, Systarbönd svona aðeins skemmra, en þetta er sérst þannig að Jóhann Ævar Grímsson sem er yfirhandritshöfundur hjá Sagafilm, hann hringir í mig hvort það var sko, það var eitthvað sumarið 2016, 17, eitthvað svo leiðis og er þá með svona rosalega gróft pitch að sögu og við byrjum að hittast og pæla og plana og struktúrera og bara, þú veist, gera þetta allt frá grunni. Þú þarft að þetta er auðvitað rosalega mörg skref, ég meina, þú veist, sko, að fá hugmynd, það er svona 0,5% af öllu dæminu, sko. Já. Þú getur fengið æðislega hugmynd, en svo þarf bara einhver að fara og vinna í henni, skilur. Og það er vinna, sko. Þá byrja vinnan, en það er rosalega skemmtileg vinna, þú veist, og það er ástæðan fyrir því að maður er með eitthvað svona húkaður inn í þetta og hefur áhuga á þessu og hefur gaman að þessu, sko. En þú veist, þá byrjar að búa til, þú veist, við þurfum að búa til heiminn, við þurfum að búa til sögusvið, við þurfum að búa til aðalkarakterna, þú veist, við þurfum að búa til baksögu hvers karakters, þú veist, heim hverra mannesku og svo þarf þetta að fara í, þú veist, ég meina, þú veist, búin að stilla einhverjum 3 manneskum eins og í Systraböndum, þú veist, 3-4 aðalkarakterum inn í upphafshugmyndina sem er þetta, þú veist, morð sem verður, þær komast upp með það æskuvinkunum og svo líða bara 20 ár. Það er grunnhugmyndin. Þá ertu komið svona, já, við vitum hvað þetta er hjartað, einhvern veginn. Þá byrjar að koma karakterum inn í og svo þegar þú ferð einhvern veginn að velta þeirri vinnu fyrir, þú veist, þá þurfa karakternar að vera, þú veist, það þarf að vera dýnamík á milli þeirra. Þú veist, það þarf að, þú getur ekki verið með alla eins, þá ertu bara með piece in a pod. Það getur líka verið, ef það er þemað þitt, að þú ert bara með, allir eru eins og þá er það kannski húmorinn í þættinum, skilur, en þú reynir að stilla upp eins og þarna, þá reynum við að stilla upp ólíkum elementum hjá þessum 3 stúlkum sem frömdu þennan glæp til að, bara auka á spennuna og auka á tókstreituna milli þeirra. Af því að það hjálpaði söguframvindunni að þær væru ekki sammála hvað þær vildu gera. Konflikt. Það er náttúrulega lykilorð þegar kemur að handritaskrifum. Þú reynir að finna flóknustu mögulega útfærslun og það er svo margt það sem getur hjálpað þér. Þú veist, karaktereinkenni, hugmyndin, sagan, þú veist, tímabilið sem sagan gerist á, þú veist, og svo er þetta bara svona eins og svona ógeðslega stórt púsluspil og þú ert alltaf að finna svona 1 púsl og já, þetta er sniðugt og svo ertu bara endalaust að máta hluti og láta þá einhvern veginn hnoðast saman og svo kannski, þú veist, er höfundaherbergi tilbúið með fyrsta draft, þá fyrir það í yfirlestur og svo færði svona 10.000 nótur og þá þarf það að fara að endurskrifa. Þá byrja vinnan. Já, en veistu, mér finnst þetta í rauninni, þú veist, endurskrif handritagerð jafnt og endurskrif. Þú veist, að því að þarna þú skýtur aldrei fyrsta draft, þetta er bara fyrsta draft er bara eitthvað grín með það sem síðan verður. Það sökkar alltaf. Já, og ég held að sé, veist að eftir því sem ég kemst næst, þá er engin alvöru listamæður sem fer skila frá sér handriti og segir, þetta er fullkomið, þetta er geðveikt, þetta getur ekki verið betra. Nei. Maður er alltaf bara, nei, má ég aðeins laga. Þú veist, það er, þér líður aldrei eins og þetta sé tilbúið og aldrei eins og þetta sé nógu gott. Ég held að allir séu saman þetta. Já. Það er svona það sem, þú veist, allavega það sem ég hef komist næst. Og þá spyr maður sig, hversuna er maður í ósköpunum aðeins? Þetta er óskaplega sjálfspíning. Þú veist að þetta er svo torturing, en samt getur maður ekki hætt. Þannig að það gana búið til fólk líka. Já, og maður þú veist, að fá að taka, þetta er svona, þú veist, að fá að taka þátt í sköpunarferlinu. En svo er náttúrulega svo ofboðslega gefandi, þú veist, eins og bara að vinna í sjónvarpi, hvort sem það er, þú veist, svo ég starfa líka á RÚV við alls konar þáttagerð og svona, þú veist, sjónvarp er samvinna. Já. Það er svo magnað, þú veist, ég legg eitthvað til,
svo leggur þú eitthvað til, svo kemur næsta deild og það framleiðslu deildin og hún tekur við og setur þetta á næsta level, svo koma hérna búningadeildin og bara, þú veist, klæðir þetta lífi, svo koma leikarnir inn og það, þú veist, einhvern veginn allt þetta verður svo svona fallegur prósess og maður verður svo svona, hvað segir maður, bara svona heiðraður og svona þakkláttur einhvern veginn að fá að taka þátt í þessu. Þú veist, þetta er svo ofboðslega gefandi, skilur, byrja með einhver svona pínlítið hugmynd á blaði, svo allt í einu bara fer þetta í full-on framleiðslumót. Þú veist, það bara svona lifnar þetta við. En þessu nefnt sjónvarpsefni, þess að sjónvarpsþættir í dag, þetta er svo vandað, miklu vandað var fyrir 20 ára síðan. Já. Þess vegna fíla ég bíómyndir og sjónvarpsefni mest, þess af öllum svona listformum, af því þetta er samstagsverkefni. Þú getur skrifað bók ein, en þú getur ekki gert sjónvarpsseríu ein. Nei. En þegar þetta heppnast, það töfrum líkast. Já, og það þú veist, jú, maður veit nokkra alveg bara svona gríðarlega góða þætti þar sem allt einhvern veginn heppnast, en þú veist, það er bara miklu meira en að segja það að láta hluti heppnast. Það svo margt að koma til. Og það er svo margt sem getur klikkað. Það er svo margt sem getur klikkað. Þú veist, þannig að en mér finnst þetta með samstarfið, það ofboðslega gefandi. Og þú veist, og maður hefur svona verið að kynna sér, þú veist, bækur handritagerð og höfundaherbergi, því höfundaherbergi geta verið mjög flókin og bara svona, þau geta verið, sko, það náttúrulega fyrir algjörlega eftir hvernig þau eru samsett og þú veist, hvernig týpur koma saman og hver ræður og hvernig það allt virkar, skilur bara, þú veist, getur verið misjöfn og þau eru mörg, skilur en að þú nefnir þetta með, sko, að þú getur skrifa bóka inn, þú veist, það nákvæmlega málið, þú veist, þegar þú ert í sjónvarpsskrifum, þá verður þau einhvern veginn svolítið að skilja og sko eftir fyrir utan að því það enginn sem ræður öllu, þú veist, það enginn innvaldur inn í herberginu eins og ykkur, því voru nokkuð sem gerði þetta ég segja, ekki 4 3 konur og svo þetta byrja sérst þannig að við Jóhanna erum að vinna í þessari hugmynd og þetta eins og ég segi hugmynd frá honum og við erum að vinna þetta alveg í þessu örgla í svona, einhver 2-3 ár og svo einhvern veginn verið að kasta bara leikstjóra og þetta að komast á framleiðslu stig. Fyrir ekki, voru bara 2 fyrst? Já, við vorum bara 2 lengst framan af. Já, ok, það var alveg svona langur tími að þið voru bara 2 að vinna í þessu. Já, það leið langur tími og ég að skrifa ráðherran og hann að skrifa Stellu, þú veist, þannig að þetta var ekki svona eitthvað full on, maður eins og ég var að segja hann, maður er alltaf með svona nokkur járn í eldinum. En síðan Silja Hauksdóttir ráðin sem leikstjóri verksins og í rauninni síðasti parturinn af endurskrifunum, þú veist, það svona síðasta halva ári árunum fyrir mig tökur, þá kemur hún inn í höfundarbyggið ásamt Jóhönnu Friðriku Sæmundsdóttir sem síðan lék Önnu Siggu, eitt af aðalhlutverkunum í seríunni. Þannig og Jóhanna í rauninni, hann ekki með í því rándi, þú veist, þannig að við 3 í rauninni tökum síðasta rándið á Þið kláruðu þetta í rauninni. Já, tökum síðustu yfirferðina. Þú veist, með allan þann grunn sem hafi verið lagður. En hversu góður grunnur var eða hversu mikið voru þið búin að skrifa, þið 2, þegar þær kom inn í þetta? Sko, ég myndi segja að allur struktúr og bara peysi í sögunni, allir karakterarnir, þú veist, öll gróf framvinda liggur nokkurn veginn fyrir, en síðan þú veist það sem gerist í þessari síðustu yfirferð og það náttúrulega mjög oft þannig með síðustu yfirferðir, þar ferðu virkilega að diffka karakterina, þú ferð að koma með allt kryddið, þú ferð að svona fara inn í meiri, hvað segir maður, svona dýpri karaktera vinnu og karaktera nálgun og þú veist, þær eru þarna með 2 konur með alveg bara svona gríðarlega mikla tilfinningagreind og innsýn inn í, þarna eru að fjalla þú veist, bara kvennaheim, þetta mikil kvennasaga, skilur, þó þetta sé ekki þannig, við ætlum að gera kvennasögu, þetta bara ógeðslega áhugaverð saga, skilur, það var alltaf svona, uppleggið, þannig að, og þá förum við miklu svona, ég myndi segja, þú veist, að karakterarnir svona hafi diffkað mjög mikið við þetta og svona núansar og svona, meiri svona kannski svona meiri tilfinningar og svona unni meira einhvern veginn til að bæta við eitthvað svona lögum, eitthvað svona geta meira layert eða... Já, ég myndi segja það. Og svo var svona grunn elementum í útfærslunni líka breytt þannig í þessari síðustu yfirferð, sem náttúrulega bara, þannig þetta alltaf, skilur, þú ert alltaf að hnika einhverju til og breyta einhverju svona. En það sem að, þú veist, það sem að ég tel að hafi verið styrkleikurinn við þessa yfirferð að fá leikstjóra
inn í höfundaherbyggið, þú veist, það liggur fyrir náttúrulega bara, þú veist, það liggur fyrir tilbúið handrit sem þarf samt að gera helling við, að því eins og vorum að tala um hana, það er aldrei tilbúið og mann langar alltaf að gera meira við það. Aðeins meira. Og og þannig að þú veist að Silja er í öllu þessu hnoði, þú veist, og öllum díalógum og fram og tilbaka og samhliða því hún byrjuð með leikaræfingar, þannig að hún er líka að fá tilfinningu fyrir því, þú veist, hver er að fara með þessi hlutverk og þú veist, að fá inn alls konar nótur þaðan, þannig að hún er komið með svona smá svona tengingu frá leikurum og spunaæfingum og svona senuæfingum inn í handritið, þannig að ég held að þetta hafi verið greiðlegu styrkleiki, þannig að þegar hún fer í tökur, ok, nú er ég geðveikt að tala fyrir hennar hönd, en bara, já, en ég bara vona hún fyrirgefur það, en ég ætla að sé þetta pínu svona, að þegar hún hafi farið í tökur, þá hafa hún bara verið með þetta rosalega, komið með þetta rosalega mikið í sitt blóð, sko, þú veist, þarna ertu komið með leikstjóra sem er bara svo reddi að skjóta. En það hljómar þess að þau líka fengið svolítið langan tíma til að vinna í þessu fínbústu. Já, eða hvað? Já, sko framan af. Já. En þá er það líka, að því þetta er, þú veist, þannig bransið, þú ert alltaf að býða eftir styrkjónum og grínlætinu, þú veist, og þú ert í rauninni, þú ert með endalinn tíma, þú veist, þangar til þú ert komið með bara deadline, herri, við erum að fara í tökur, skilur við. Já, bara 1. júní eða eitthvað. Já, ég skilur. Þannig að þú veist, þú getur verið að mjallast með einhverja hugmynd, bara í góðum feelingar, já, ég nú ekki aðeins að vinna í þessu og svona. En svo kemur þetta full on þegar búið fjármagna verkefnið og það er verið að, þú veist, kastið hlutverk og leikstjóri komin inn, þú veist, þá ertu komin á virkilega deadline, skilur. Kemur stress þá? Já, það er, þú veist, ég er að hugsa tíman þegar við vorum að, í þessari síðustu yfirferð, skilur, og við vissum að, þú veist, já, ok, herru, nei, þú veist, að vinna ámiski. Þetta var bara svona, sko, þetta var bara algjörst fucking kröns. Já, þú meina það í lokin? Já, bara við þurftum lengri tíma. Svo kom þú veist, bara blessið þessa kórónuveiru fyrir það. Þá var tökunum aðeins senkað. Þú veist, það var einhver mánuður sem við grættum aukalega. Já, við vorum bara að nýta hann. Já, við vorum bara á fullu, skilur við. Þannig að ég allavega held að, og síðan líka bara Silja er þannig karakterar og ótrúlega gaman að fylgjast með henn og setti. Að því hún er með svo góðan stjórnunastíl, hún er svo mild en svo töff á sama tíma, skilur við. Svo hún stjórnar ekki, það er ekki heimili hörkunar hjá henni, skilur við. Hún stjórnar með einhver svona mildi, hún fær fólk með sér. Þannig að þú veist, ég er nú ekkert mikla reynsla af þessum prósess eða þessum, hvernig er á setti og allt þetta, en mér fannst hún gera þetta ofboðslega vel. Og ég held að hún hafi komið ansi vel undirbúin eins og ég segi í tökurnar að því hún var búin að, þú veist, marinera svo mikið í þessu. Og hún er greinlega tengt bara svona mikið við þessa sögu. Já, algjörlega. Og þú veist, og hún hefur sagt og hún sagði mitt í viðtölum bara eitthvað, ég elska breskar konur og það er svona mitt MO og mér er gaman að fjalla veruleika þeirra og ég meina Systrabönd er náttúrulega saga fjölmargt en þú veist, breskar konur eru sannarlega eitt af umfyllunarefnurum. 100%. Þú veist, og bara breskar manneskjur, skilur. En ég verði aðeins bakka. Mér langar að spyrja út í verkaskiptingu. Fyrst eru þið 2 að skrifa. Já. Hvernig er það? Voru það hittast? Eða varst þú að taka þátt 2 og hann tekur þátt 3? Eða, skilur, hvernig var verkaskipting þegar voru að skrifa þetta fyrst? Já, sko, þetta er náttúrulega, þú veist, þú byrjar á því að tala rosalega mikið við meðhöfundin eða meðhöfunda, hvernig sem höfundaherbergi er gert. Kasta fram hugmyndum og svona. Já, og þú veist, ok, ég meina fyrst, eins og ég var að tala um fyrsta skrifan, fyrst ertu bara með eitthvað eina bara setningu, bara hvað er þetta? Og það er reyndar frábært. Það er frábært að vita hvað verkið á að vera. Og það er ekki alltaf þannig. Þannig að það er bara, já, ok, þú veist, þær eru með þessa skelfilegu skömm og eru með þetta hræðilega leyndarmál, það er að hafa einhvern veginn komist upp með það alla tíð, en nú er komið að skuldadögum, skilur. Ok, þetta er sagan okkar, ok, við vitum það. Og bara byrjum hérna og getum haldið áfram. Svo byrjar að tala mjög mikið, en svo byrjar það sem kallað er, þú veist, treatmentvinna. Þar, ertu í rauninni svona mjög gróflega að mappa út hvað gerist í hverjum þætti og það er eitthvað svona bara sem þú svona hendir kannski á post-it eða hendir í Word-skjal og deilir því og svona, þú veist, þannig að maður er með fyrst og þátt bara, Anna Sigga er í bænum, við vakt, hún ákveður að fara vestur, ég bara segja eitthvað, skilur, svo kemur bara næsti punktur, meðan á sama tíma er Carlotta á AA funda því að hún er að ná bata í sinni fík, og svo vinnur þau svona einhvern veginn gegnum þáttinn.
svo gerur þetta við alla þættina og þá fer að fatta, já, ef hún í öðrum þætti hérna, shit, þá verður vel að byrja með hana aðeins annar staðar, að því ef hún á að vera komið svona langt í fíkninni hérna, þá þurfum við að og þá byrjar að stilla allt saman og þetta getur verið algjörlega torturing vinna, skilur það svona, og að því þú veist, það líka engin með svar, þú veist að 3+3 eru bara 6, en þú ert ekki með þetta rétt svar, þú ert alltaf eitthvað svona, ok, ég er að reyna að fylgja einhverju insight tilfinningu, ég veit ekkert hvað ég er að gera, maður er bara að reyna sitt besta og Herbergi er að reyna sitt besta skilur, það er alltaf þannig bara, þannig að þarna fer að stilla þetta allt svona saman og þú ert mjög lengi að stilla allt saman og svo ertu kannski, þú veist, okkur vantar svo ertu alltaf að hugsa, þú veist, hver ætlar að enda með karakterinn, ok, þá verðum við að finna annan byrjunapunkt, að þú vilt að allir karakterinni fara í ferðalag skilur, þú þarft að búa til boga fyrir alla, sumir byrja á botninum og enda í on a high note, skilur sumir byrja on a high note og enda í fangelsinu, skilur, sumir byrja sem underdog og enda einhver svona meiri sátt bara í miðinni, sumir fara hérna og upp aftur, skilur 100%. Já, þú þekkir þetta annars er þetta bara pointless finnst mér persónulega ef mér finnst karakterinn á sama staði í lokinu í byrjun þá er ég bara svona, what's the point? Já, nákvæmlega þannig þetta er maður að reyna að gera, þú veist, í þessari treatmentvinnu, þú ert að reyna að, þú veist, og svo bara verður maður svo blindur á eigið efni, þú veist, maður er virkilega búin að leggja áherslu á, þú veist, bara segjum kannski bara Rut, þarna móður fórnarlambsins, þú veist, við erum að, næstu vikurnar fari ég að styrkja hennar þráð og tala út hennar þráð, ok, þú veist, þá verður blindur fyrir einhverjum öðrum elementum, skilur, þá gleymir einhverjum karakter og allt þetta. Þetta er bara ógeðslega mikil vinna. Og þetta er bara allt þetta, að stilla seríuna svolítið af, skilur. Og ég vil meina að þetta sé rosalega mikilvæg vinna, að gera treatmentin vel og vita svona gróflega og vera svona dálítið búin að læsa sögunni áður en byrja að skrifa. Þú veist, þannig að þegar þú byrjar actually að skrifa díalóg og allt þetta, þá ertu með svolítið gott svona, bara eiginlega svona landakort. Þú veist, bara svona leiðarvísir. Treatmenti er svona leiðarvísir. En þá er ég að spyrja þig, út í eitt, og þetta er kannski mistöndið bíómynd með seríum. Ég tala aðeins við Baldur Setum þetta. Af því hvað gerist? Þegar þú byrjar að skrifa, þú fer bara frá töluna og það er bara í final draft eða eitthvað. Svo byrjar karakterinn að tala við þig. Svo byrjar karakterinn að taka ákvörðunni sjálfur. Fattar hvað við? Já. En þú fattar nákvæmlega hvað ég já. En það er sem gerist. Já. En þá ert þú með þetta roadmap. Já. Er þetta ekki svona tókst þetta? Þarft þú að taka fram fyrir hendurnar á kartinu stundum? Sko. Skilja hvað við? Sko. Þarna þarf að ákveða hvað skiptir mestu máli fyrir gæði sögunar. Kannski má alveg karakterin fara eins off-road hérna í öðrum þætti og koma svo aftur inn þar sem hann var hugsaður í treatmentinu. Kannski þarf bara hreinlega að breyta treatmentinu. Ef að höfundur er að finna fyrir bara, þú veist, ég er með mjög sterkt instinkt að þetta eigi að breyta staðins í þessa áttskilur. Þá þarf maður bara að mæta í höfundaherbergi og ræða það. Að því þú veist, ef ég er með það verkefni bara down the line að skrifa út annan þátt og ég skrifa hann ekki eftir treatmentinu, þú veist, þá náttúrulega þar mannskjan sem er að taka við að byrja þriðja þátt, já, þá er hún í ruglunu, þannig þá kemur samvinnan og samtalið, skilur og þetta er, maður er í endalausu samtali við meðhöfundana nákvæmlega þetta, herrið, þú veist, ég er ekki, I ain't feeling her, bara, þú veist, getur við, þú veist, þetta er svo steril sena og, þú veist, mér stóður eitthvað svo dölli í þessum þætti, getur við ekki eitthvað spækað þetta upp, skilur, þá kannski er ég búin að vera að skrifa fyrsta þátt og undan og ég er bara eitthvað svona, herru, ég var einmitt að hugsa hvort hún mætti gera þetta í fyrsta, þá getur við haldið þeim þræði áfram í öðrum þætti, þá er aðeins búin að lyfta upp hérna, skilur, þannig að þá ferði í samtalið og mín allavega reynsla er að, þú veist, bara þegar þú ert með góðan makkar og bara getur verið, þú veist, maki eða bara meðhöfundar eða kollegar, þú veist, þá verða 2+2 7. Skilur, þú gefur 2, en það er allt í einu bara, þú veist, ég kemur hugmynd, þú ert eitthvað, heyrðu, góð hugmynd, Björg, en hérna hvað með, ef við gerum það og svo þetta, skilur, þá er já, þá kemur ég, já, heyrðu, hvernig datt mér þetta ekki í hug? Þá fyrir við að byggja saman, skilur og þá finnum við út úr þessi í sammenningu, skilur þá get ég farið og haldið áfram að skrifa annan þátt
og þú ert bara, herri, djú snild, annar þáttur að vera meiri negla, þá veit ég byrjaði þriða þátt á aðeins öðrum stað og svona, skilur en það sem að, mér langar samt að segja eitt með þetta, þannig að þegar þú tala að þú veist karakterarnir fara að tala við þig og svona ég hef líka upplegað, þú veist, bara að ég horfi ógeðslega mikið á sjónvarp, ég vil ekki sjá svona skjátíman fyrir frá sjónvarp, ég horfi bara ógeðslega mikið á sjónvarp, mér finnst það bara ógeðslega gaman og maður er alltaf að pæli, af hverju var þetta svona, þú veist, ef maður er að horfa okkur sem var greiðlega gott, þá er maður bara, ok, oh my god, þetta var geðveikt, en hvað var það? Og stundum get ég ekki sagt það, ég get miklu frekar pinpointað af hverju hlutir eru lélegir, eða mér finnst þeir lélegir. Það er bara stundum þannig og að karakterar, þú veist, þeir fara úr karakter, skilur mig, þú ert með einhvern ógeðslega flottan, fastan karakter sem fer off-road og gerir eitthvað ógeðslega skrítið, stundum virkar það, stundum finnst mér það ekki virka. En hvort er það þá handursöndurinn eða karakterinn? Já, það er náttúrulega frábært að geta bara kent karakternum þetta. Bara nei, ég er bara að taka við skilabóð með handan. En að því ég skrifa sjálfur. Já. Ég verið að skrifa eina svona serju, söngvöldtöki. Já. Og það er tölvöld flóknara heldur en bíómynd. Það er líka miklu styttra. Bíómynd er styttra. Þeir eru með hvað er ekki 6 þættir? 6 þættir, já. Og hvað er 40-50 blaðsjör hver þáttur? Já. Það er helviti mikið efni. Já. Að þá Baldur vildi meina það, að með minna hann hafðist orðað það svona, að það er ekkert alveg hægt að leyfa sér þetta í seríum eins og í bíómynd. Að leyfa karakterunum svolítið svona strikla. Skilur við? Já. Ertu ekki svolítið að tala svolítið um það? Sko, karakter verður einhvern veginn að vera trúr því sem að hún eða hann er. Þú veist, þú verður að ok, tökum dæmi, já, þetta er kannski ekki besta dæmi, en ég ætla samt aðeins að nota það. Þú veist að ég elska, Sopranos er einn af svona mínum uppáhaldsþáttum. Já, Tony Sopranos, þú veist, what a guy. Og bara svona, geðveikur karakter. Það var rosalega, þú veist, ég hugsaði alltaf um þetta atriði, að þegar þú ert búin að vera með honum ansi lengi, áður en þú sérðan sjálfan beita svona ógeðslega ofbeldi, þú veist, drepa mann bara með höndunum, skilur ég hugsaði mjög mikið um þetta, þú veist já, þeir hafa þetta er pottið hugsað svona hjá handritshöfundunum og mín túlkun á því, að vera búin að byggja upp nægilega samúð, þannig að sé komið nægilegt traust á milli áhorfenda og karaktersins og sögunar, að þú getur leyft karakterinum að fara svona off-road, skilur þú veist, að því ef að þú sem áhorfandi trúir því ekki sem karakterin er að gera og þú ert ekki, þú veist, you ain't feeling it, skilur ef hann bara flýgur allt í hennu og bara tekur eitthvað, þú veist, flipkast bara og hleypur allsber kringlumýrabrautina eða eitthvað, skilur ef að þú ert ekki búin að, þú veist, ef þú ert ekki með honum þá má þetta ekki, skilur, en þá er það spurningi bara hvenar ertu komið með nægilegt traust einhvern veginn á milli áhorfanda og karakters, þannig að þú getur aðeins fara að leyfa honum að sprikla og gera eitthvað svona skrítið. Ok, mér langar aðeins að ræða þetta, því ég er mikill Sopranos-maður og ég veit aðeins söguna bak við þetta. Þetta var svo umdeilt. HBO sögðu við David Chase. Þú getur ekki gert þetta klikkaður. Þetta er aðal persónan. Fólk hætti bara að horfa. En David Chase sagði, og mér varst það svo áhugavert, mér skeggjaði að hafa nefnt þetta dæmi. Hann sagði, nei, hann verður að gera þetta. Af því þessum heimi, það að vera snitts eða rétt, eins og þessi gaur, það er bara að versta sem til er. Algjörlega, eins og við sáum oft í seríunni. Já, þannig að þegar Tony gerir þetta, ég kaupi þetta sem áhorfandi, af því mér finnst þetta að vera ekta. Ég trúi því að þessi gæi myndi gera þetta. Sammála. En ef hann myndi í næsta þætti drepa barn, þá myndi ég tjekka hann út. Já, þá ertu farin að leika þér helviti mikið að eldirum, af því að þú veist, samúð og þú fylgir karakternum og standreiknin með hann og viljir horfa á hann og fylgjast með hann, það er náttúrulega númer 1, 2 og 3, skilur En hvað gerir? Þannig er hann örugglega komin upp af þolmörkunum, skilur þú veist, að henda þessu atriði inn, við sjáum Tony beita svona harkalega ofbeldi, skilur ég held hann hafi farið upp á þolmörkunum, mér fannst það innan marka, en ég tek alveg undir með þér ef við höfum farið að sjá hann, þú veist, síðan bara eitthvað, þú veist, kveiki í barni og einmitt það, þú veist, þá er maður svona, herru, þetta er bara orðið, þá er þetta bara orðið grótesk, skilur Já, þá líka finnst mér þetta ekki takt við karakterinn. Nei. Hann er með eitthvað svona values. Já. Þó þessi sociopati og morðingi og... in a very weird way. Já. En það sem mér finnst áhugavert að því, svo er líka svona, þú veist, ef við erum að tala um eitthvað svona
gott dót þarna eins og Sopranos og þú veist, Breaking Bad, ég veit að nefna allir Breaking Bad, en það er bara ástæða fyrir því líka, skilur Frábærir. Þú veist, en þannig ertu með báða karakterana, hann í Breaking Bad, eðlisfræðikennarinn, Walter White. Walter, nákvæmlega, Walter White og Tony Soprano, þú veist, þetta eru hrottar, eða sko, þeir byrja, eða sko, já, nei, þeir eru svona dark horse, skilur en ég sem áhorfandi bara, þú veist, ég elska þetta. En af hverju? Já, vá. Veist, ég velti svo mikið fyrir mér og það er sem ég fílaði við systabönd að þú ert með þess að 3 konur en það sem þær gerðu var ógeðslega. Bara hryllingur. Þannig að ég var ekstra spenntur að hitta það og spurjaði bara mitt út í þetta eins og með Tony, Walter White, þessar 3 konur. Af hverju vil ég samt horfa á þetta? Af hverju skilur þarf að vera með likeable aðalkarakter? Er það must eða er nóg að vera með ekta aðalkarakter sem þú trúir? Skilur hvað við? Sko, likeable, nei, ég held nefnilega likeable, ég held að sé miklu meira að þú, sko, það sem að ég var alltaf að hugsa þarna með eins og þessar gerendur í systraböndum, er bara að áhorfandinn, hann verður að hafa, sko, hann mun aldrei samþykja það sem þær gerðu. Það er ekki hægt að samþykja morð á táningsstúlku og kofvera það í 20 ár. Það er bara ekki sem heiðarleg manneskja og góð manneskja getur bara ekki gert það. En þú getur reynt að búa til skilning á aðstæðum eins fucked up og hræðilegar og þær eru og þær voru. Þú getur reynt að setja upp söguna þannig að þú skiljir hvernig þetta gerðist þó þú samþykkir það ekki. Já, og þú leggur ekki blessun þína yfir þetta, það er ekki hægt, en þú kannski hugsar, herðu, ef ég hefði verið, bara komið frá brotnu heimili, verið að drekka áfengi í fyrsta skipti, verið í svona toxic, þú veist, umhverfið og þannig kvöldi, það byrjar eitthvað svona átök og ofbeldi, þú veist, bara hvað hefði ég gert, skilur? Þannig að okkur langaði svo að teikna þetta upp þannig að, þú veist, fólk sko, já, svona skildi hvernig þetta gat gerst svona, þú veist, þó að það væri á engan hátt að segja bara, þú veist, já, eins og ég segi, leggja blessun yfir það. Ég nefnilega, já, ég skil hvað þetta. Þegar ég fór á þetta, og ég er alls ekki sammála í mitt, þú veist, að gera þetta. Þetta er hræðilegt, eins og segir, það er ekki afsaka þetta, en það sem skiptir mér mestu máli er að ég trúði því að þær hefðu gert þetta. Já, trúðir því, nákvæmlega. Ég trúði því. Já. Þannig ég var ekkert eitthvað bara, hvaða ógeðslegu konur er þetta? Ég var bara eitthvað, wow, ok, áhugavert. Já. Ég er með þeim í þessu, þó ég sé ekki sammálaðum. Akkurat, já, en er þetta ekki eitthvað lykill þarna? Þú veist, og nú er ég bara að hugsa eins og Walter White og þess að félaga okkar sem við nefndum á hann, skilur, að þú skilur þeirra aðstæður, þú ert að investa í þeirra sögu og baksögu og svona, þú ert að reyna að sjá skilning hvernig hlutir geta eskaletast, skilur. Bara sem með Tony, hann ólst upp. Já. Pappa hans var gangster. Já. Þetta er bara hans raunveruleiki. Algjörlega. Walter White, hann þarf peningur í fjölskyldunum sína, hann er að fara að deyja og hann ákveður bara, ég snill ykkur þessu, það er alltaf að gera þetta svona. Já. Þannig að maður er með þeim, en mér er bara svo magnað. Já. En þetta er held ég bara málið með, þú veist, bara, og þetta er spurning sem allir í þessum bransa er að spyrja sig bara hvernig gerur góða karaktera sem að fólk er til í að halda með, skilja, svona sína skilning og er forvitið og vill hafa það bara inn í stofu hjá sér á sjónvarpinu, skilur við. Þú veist, þannig að en eins og, já, við tölum svo mikið það, við vorum að skrifa systrabönd og sérstaklega þetta er náttúrulega, þetta er svolítið svona, þú veist, að fjallum svona ofbeldi, svona ógeðslegan glæp, þú veist, að því sagan fjallar ekki, þú veist, þetta er ekki, þú veist, við vildum aldrei sýna hvernig nákvæmlega morðið var framið, sagan var ekki það. Nei, það er það mjög töff. Já, svona, þú veist, þú ferð upp að því, svona, þú veist, og þú leifir, þeim sem er að horfa svona aðeins
leggja saman 2 og 2 skilur og þú veist, þá var alveg, ég las langan þráð á Facebook, bara hvað, út af hverju drápar, ég skil ekki neitt og ég bara, ok, það er ekkert allir sem munum, þú veist, en ok, það er svona, það er eitthvað skilið þarna eftir svona smá fyrir áhorfanda, sko, en mér fannst svo algjört lykilatriði að glæpurinn væri þannig framkvæmdur að þú veist, þetta er ekki, ég meina, ef þú hefði komið inn, ef það hefði bara verið allt inni með haglabyss og einu þeirra hefði bara skotið hönnu, bara blákalt, skilur, það hefur mist allar samúð. 100%. Þá hefur verið bara, herri, byrju, hvað sikk? Hver er að setja pening í þetta? Þá hefur verið að fara yfir strikið. Já, þá hefur farið yfir strikið og þá hefur mist allar. Ég hefði tjekkað múl. Já, ég meina, þú veist, algjörlega. Já. Þá væri þetta bara eitthvað svona Patrick Bateman, bara eitthvað svona ógeð, svona siðblind kjaftaði, skilur við. En þetta var, þú veist, þannig að þetta er, þú veist, já, og þá er þetta svo alls konar áhugaverðar spurningar sem er hægt að svona spyrja sig í framhaldinu, bara, þú veist, bara þú veist, hvernig svona hlutir gerast, hverjum erum að kenna, því mér finnst þetta líka, og þetta er svona smá kynslóðsaga, systrabönd, þú veist, við erum að teikna þarna upp, þú veist, baksögu, í rauninni allra þessara stelpna, þú veist, þær eru koma allar úr, pínu flóknum aðstæðum og það er svona, þú veist, þær hafa alveg þurft að hafa fyrir lífinu margar þeirra, skilur við. Þannig að, og þú veist, þá fyrir maður að hugsa bara, þú veist, ábyrgð foreldra, ábyrgð samfélagsins og hver á að grípa inn í og allt þetta, skilur við. Og svo eins og við töluðum aðeins áðan þú veist, hvað veistur raunverulega náungan, þú veist, hvað veistur raunverulega annað fólk, hvernig þekkir mannesku, skilur við. Og svo ertu bara, þú veist, og þannig ertu bara líka að fjalla mannlega briskleika, skilur við. Og okkur finnst það áhugavert að við erum öll gangandi mannlegir briskleikar. Allir. Það er ekki herra fullkomin eða algjörlega bara morðingi. Þú getur morðingi en samt verður rosa góð dýr. Skilur, eða eitthvað. Það er alltaf eitthvað, við erum flóknar heldur svart og hvít. En mér veist bara svo neglað í þessu þáttum að það sem skiptir mig mestu máli, alveg sem hvað ég er að horfa á, hvað sem er hryllismynd eða rómantíska gammynd eða whatever, ég verða að hafa karaktera. Já, sammála. Það er ekki nóg fyrir mig að vera með eitthvað svaka twist í sögu eða eitthvað. Ef ég er ekki með karaktera, finnst mér þetta ekki skemmtilegt. Já, akkurat. Hvað er þú með það? Sammála? Algjörlega sammála. Þú veist að þarna, já, að því að þú veist sjónvarpið og svona sjónvarpsseríu, þetta er smá frekt form eða svona ágengt form að þú ert að krefjast bara tíma fólks, skilur við. Þannig að þú verður að vera með, þú veist alltaf, þú veist, ef það eru flatir leðileg karakter sem ég trú ekki og bara, þú veist, I don't feel them, ég feel þetta ekki, þá er ég farin, sko, bara 100%. Þannig að mér finnst það, en sko, eins mikið og mann langar að búa til góða karaktera, þá er það alveg þrautinni þingri, skilur við. Þú veist, hvað verða, hvernig er formúlan og svo er hver saga ólík og þú veist, þú þarft alltaf að vera einhvern veginn að daldið að finna upp hjólið þarna, skilur við. En það sem hélt mér við efnið, það var einmitt ekkit endilega morðmálið. Nei, akkurat. Eða bara eitthvað, er löggan að fara að ná þeim? Þetta var meira bara svona, vá, mér finnst þetta áhugaverða konur, það er þessi 3 sem ég heldur ekki. Já. Ég vil fylgjast með þeim. Þær héldu mér við efnið. Akkurat, þetta er ekki thriller drifin. Þess vegna er þetta pínu fyndin samsetning á bara seríunni systraböndum, af því þú veist, þetta er glæpasaga sem er ekki glæpasaga. Skilur, þú veist, þetta er reyfari en þetta er ekki reyfari, því að þetta er og þú veist, eins og þú séð bara svona pacingi, skilur, við erum að dvelja ógeðslega mikið með þeim, þú veist, við erum bara farin í fjölskyldurlífi þeirra og vinnustæðin, þetta er ekki svona hann lítið þangað, skilur, þetta er miklu grándaðara. Þetta var aldrei langdreið svona? Nei, gaman að heyra. Ég heyrði alveg einhver að segja það, en ég alveg bara, já, ok, þið bara allt í góðu, þú veist, ég finnst það, allir eiga að hafa skoðanir, skilju. Algjörlega. En svo líka kemur þá að leikurunum, sko, og leikkonunum, náttúrulega, þú veist, ef við tölum þessa séru. Mér fannst það bara allar stórkostlegar. Já. Og við sáum hana nýja hliðar til dæmis í nefni, og mér langar náttúrulega að tala með allar, en þú veist, bara Lilja Nótt til dæmis og María Heba og líka þú veist þessu Jósa og Ilmur og það sem ég nefndi áðan, skilur, þetta er bara, mér fannst við sjá bara einhver svona nýja vitt á bara einhverjum geggjum leikurum sem við eigum, sko. Já. Og það var ógeðslega gaman, þú veist. Eins og með það, þegar Silja fer og tekur upp, hún byrjar bara að skjóta. Já. Að því að það er oft með bíómyndir og í nokkuð sem líka bara með þætti yfir höfuð, sérstaklega erlendis, þeir eru ofta setti, held ég alltaf.
ert þú eitthvað ásetti, heimsækir eitthvað, hvernig var það? Ég bara datt, bara nokkur svonum inn, skilur, ég man hvort það voru 60 tökudagar eitthvað svoleiðis, alltaf til að byrja með. Þú veist, ég var hérna, fyrstu dagarnir, þá vorum við að skjóta hérna, fortíðina á Ólafsvík, það tekið Ólafsvík á Snæfellsnesi, og þá fór ég og var, hérna, var þar fyrstu dagana, bara svona, þá voru fyrstu tökudagarnir, svo var ég að detta inn bara, þú veist, kem bara og bara fylgjast með bara eins og einhver spenntu krakki, skilur. Bara svona upp á föndið bara. Ég aldrei með eitt hlutverk, þú veist, einu sinni spurði Silja með eitthvað, herri Björka, hvað segirðu? Það ekki að breyta þessu, þarf hún ekki að segja eitthvað annað og þá er ég eitthvað, jú, hvað segirðu að segja þetta? Og þá er eitthvað, nei, það er glata og svo eitthvað gerist og einhver breytt, skilur. Þannig að hérna, maður ekki, þú veist, ég las einhvers staðar, ég veit í hvort það er rétt, en mig grunar það sé rétt. Ef þú þarft að vera með handritshöfund í fullri vinnu á setti að redda hlutum og breyta handriti, þá bara ertu ekki með tilbúið handrit. Það er kannski Hollywood í nótskurð. Ég held það, þú veist, hérna, ef að þú ert einhvern veginn með eitthvað sveita manneski sem er hann eitthvað í tölvinu sem bara er eitthvað brendari, hérna, eitthvað ný sena, þú veist, sem enginn er búin að lesa eða leika, þú veist. En maður heilt svo sögur? Já, heldur betur. Og það finnst mér hljóma hrikalegt, sko. Það þarf ansi mikla heppni held ég til að, sko, þetta er bara svona nákvæmlega eins og ég var að tala svona, minn bakgrunnur er líka hérna bara mitt að vera í þáttagerð og róf og stýra einhvernum þáttum og alls konar, skilur. Þetta er svona, þú veist, málega það, þú getur skítmiksa hluti í smá tíma og eitthvað svona eitt og eitt skipti, svona kom inn einhvern veginn allt og seint, óundibúinn, drifið í smink og bara góða kvöldið, þú veist. Þú getur skítamiksað smá. Ekki alveg. Nei. Þú veist, ég veit ekki hvert hlutfallið er, en skilur við, þú veist, ef það er ein sena sem er alveg í raskati og þarf bara að endurskrifa, þá bara gerum við það. En ef þú veist með heila þáttaröð, og eins og segir, þú veist, 300 blaðsíður af efni, þú veist, sem á að vera búið að liggja yfir í, þú veist, 3, 4, 5 ár, þá áttu bara að vera með það nokkuð reddi þú kemur á setti. Það er alltaf mín drauma sín, skilur við. Ég meni, ég alveg samanlega þetta ætti að vera þannig. En þá er líka að spyrja út í eitt. Það er samt eitt sem breytist örgulega einna mest í handritum og það er dialogi, samtölin. Eins og með það, því mér varst mjög góð samtöl í þessa seríu og mér varst eitt atrið, það er örgulega eitt best atrið sem ég séð í íslenskri bara kvikmynda gerð yfir höfuð, það er rifrildin í eldhúsinu. Mér varst það bara geðveikt atrið, ég var líka bara, ég sagði kærastan bara, wow, þetta var ógeðslega gott atrið, ég mun ekki horfa á aftur. Ég segi, þetta var gott að þetta verið skrifað atrið. Skilur og eins og í því atriðlumis dialógi og svona var þetta svolítið svona niðurnjörfað í handritinu eða var það að breytast mikið? Þetta var nokkuð samkvæmt handriti og bara svona þáttaröðin, þú veist, ég var alveg þegar ég var að horfa á þetta þá bara svona, ég var búin að lesa þetta svona miljónum yfir alla þættina, þú veist, ég var alveg bara svo stundum kom eitthvað annað en maður hafði svona verið að lesa yfir og skrifa allt þetta, skilur. Þannig að það var svona nokkuð eftir handriti myndi ég halda, en þú veist, þetta er bara endurskrif, skilur. Er samt skrifað, skilur? Já, skrifað og svo gera þau eitthvað og taka pásur á réttum stöðum og koma með eitt bít í viðbót og allt, skilur, samstarfið aftur, skilur. Algjörlega. En þú leggur grunninu þetta í handritinu. Og eins og þetta rifrildi, skilur, það ég held að hafi verið skrifað svona, þú veist, 27 sinnum, sko. En það finnst. Já. Og ég meina það sem hrós, sko. Já, að því mér varst það svo vandað. Ótrúlega gaman að heyra. Og að því það er svo mikið konfliktar í því, ég skil báða manneskjurnar. Já. Ég var bara, þú veist, gæsaði núna bara. Þú veist, mér fannst þetta bara svo geggjað. Þetta drama og konflikt finnst mér skipta svo miklu máli í skrifuðu efni. Já, sammála. Og líka því þú segir, og mér finnst ótrúlega gaman að segja það, því að ég var svo innilega að vona að það yrði hérna viðbröð fólks, þú skilur báða. Ég skilur báða. Þú veist, þú ert alveg svona djöfull er hún pirrandi, en djöfull er hún pirrandi og klikkuð með morðasamvinskunni, en bara geðvegt er hann að halda allir góðu. Og djöfull á hann að vera miklu harðar, en ég skilja samt vel að hann er bara þjálfar í því að vera ekki, þú veist, einhvern veginn sterkar en þetta, þannig að maður svona þú veist, já, þá er maður með þeim báðum, skilur. Ég man svo ógeðslega vel eftir hérna, þegar hérna, að því vorum að tala um að Tóni við okkar áðan, þú veist, þegar hérna, að því maður var alla þáttaröðina búin að vera bara, hvað er Carmela að spá? Hann er með þessar, hérna, vændiskonur og glæpi og auðvitað veit hún allt, hvaðan peningandi koma fyrir inn í kirkjuna á hverjum sunnudegi og Good Series og allt það, þú veist, þegar hennar svona uppreist kemur, þegar hún, þú veist, bara
bara hendur honum, eða þú veist, ég man ekki hvernig þetta var, hvort hún hendur honum út eða fyrir sjálf og ætlar að skilja við hann og ætlar loksins að taka á þessu. Vá hvað mér fannst það vel gert og vá hvað þú veist, það var maður búin að dvelja svo lengi með þeim að maður var, mér leið bara að þetta væri foreldrar mínir og ég var bara svona, oh my god, þú veist, og svo skildi maður, þú veist, loka ákvörðuna af hverju hún fer aftur og þú veist, maður bara svona, þetta bara svo vel ofið og þannig að þú veist, þú ert sem áhorfandi, þú ert svo tilbúin í þetta, en hugsaðu líka, þú veist, að því að þáttagerði líka hérna struktúr og pacing og sko, að þarna hvar þú gefur hvaða upplýsingar, það er ógeðslega mikilvægt, eins og leiðilegt á hljómar, ef að þetta hefði verið fyrsti, bara eða þú veist, annar þátturinn, þú veist, þar sem að hún að komast að framhjaldinu öll að því, þú veist, þá hefði það ekki haft næstu ég mikið impact. Þú veist, þú ert búin að fara í eitthvað brjála ferðalega með þessu fólki og þú ert búin að pirra þig á svo einhvern veginn allan tíman, allavega ég. Og svo tekið á þessu hérna bara ógeðslega seint í rauninni í þáttaröðinni. Þá hefur þetta gríðarlega impact. Já, og svo alltaf þetta setur ofan á þetta þessa góðu leikara og eins og í atriðinu hjá ykkur, frábær leikur. Já. Og ég var svo glaður að því stundum með íslenskt efni, gagnrýnt eitthvað svona, þetta er svo asnal dialog eða þetta er svo leikhúslegt eða eitthvað svona bara gæti ekki lengra frá því í þessari og mér fannst svo geggjað þegar hann fer að tala þau eru að rífast eitthvað, hann fer að tala málninguna mér fannst það svo brilljant að ég var bara svona fokkin þú veist, þetta er rifrildi, skilur hann auðvitað fær hann að taka þetta upp og hendi svo hana og þú veist, mér fannst það geggjað Yay. Þetta alltaf hefnaðist vel hjá mér gaman að heyra fyrir mig og já, bara gleði mig mikið að heyra en já, ég meina leikararnir, þú veist, það er bara og ég verða að hrósa Silju aðeins meira, ég er bara mikill aðdáandi hennar og mér finnst hún bara hafa komið svo sterk inn í núna á allra síðustu árum, þú veist, bæði náttúrulega með Agnesi Joy og systrabönd að hún er með svo, ég var að tala um svona áruna sem er á setti hjá henni, það er eitthvað svona bara, það er svo næs stemning það langar alltaf að gera þetta svo vel og það er allir að koma með hugmyndir og hún segir nei við helmingnum en svo hlustar hún samt á alla þannig að það er svona, mér leið bara eins og væri svo gott svona, bara svona næmni og flæði og svona mjúk stjórnun en samt alltaf skýrt hver er yfirmaðurinn, skilur við. Hún líka virðist vera, ég ætla að þekka hann ekki neitt. Nei. En ég bara dæmi út fyrir mér langar bara að hitta hana. Já. Og ég þarf bara að sjá Agnes Joy, því ég fekk Donna Cruz kom til mín. Já. En ég bara heyri Agnes Joy, ég þarf að sjá hana. Já. En þá get ég ekki hort á hana gerum Apple TV, að ég get ekki leikt hann eitthvað svona vesen. Ég ætla samt að reyna að nálgast hana, allavega. Mér finnst ég sjá það einhvern veginn bara, ég hugsaði með mér, já, ok, Silja er pottið svona leikstjóri sem vinnur svo vel með leikurum. Já. Þannig ekki allir leikstur þannig. Akkurat, og það er algjörlega spot on hjá þér, sko. Og þú sérð það eins og þú ert að tala um bara þessar rifrildi senu og fleiri senur þarna, þú veist að þú sérð að leikarnir hafa verið fengið rosalega góða, sko, tilsögn og allt það, sko. Svo líka bara smá sjáta á ungu stelpurnar í systraböndunum, að því mér varst þær geggjaðar. Mér varst þær svo, bara standa sér svo svakalega vel. Bara kornunga stúlkur og ég held að þarna sé líka, bara einmitt góður leikstjóri sem að kann að búa til gott andrúmsloft þannig að þér sem leikara líði vel og þú getur blómstrað og mér líka bara þegar hún hefur þá talað við þessa leikara eins og svona stelpur bara það sem hún er að segja eða leiðsögnir sem hún er að gefa þeim greinlega virkar já. En það er oft sem að horfa á og maður er bara svona já, ég veit það og maður vil ekki gefa bara leikstjónum kredit þessu til ekki Silja algjörlega briljantli vel gert já, sammála við erum bara að hrósa hérna öllum bara en þú veist, ég er líka alveg ég meina sér að segja, ég er ekki að segja þetta bara þú ert hjá mér, ég vildi hitta þig og það er svo gaman að heyra líka hvernig þú hugsar handrit, persónsköpun að því að leiðilegt að segja ég veit ekki hvort allir hugsa svona sem vinna við það að skrifa ég er ekki að tala um bara Ísland, ég er bara að tala um ég myndi að allar svo Hollywood mynd svo séð og ég veit maður er alveg bara svona hvað er í gangi? Ég veit það. Ég horfði á fyrir árið síðan á Tenet, ég veit þú síðan eftir Nolan. Ég er ekki búin að sjá hana, nei. Hefur þið heyrt eitthvað hana? Já, ég bara heyrði að þú veist, þú getur ekki verið þunnur að horfa á þessa mynda. Því að ég lægt að langt Tenet. Þannig að ég hef ekki náð að horfa á hana. Nei, en mér þætti gaman að veit hvernig þér finnst hún. Já. Að því að þar sem mér fannst vant að þar eru karakterar. Já. Þar fannst hann vera bara ástfanginn af einhverju svona flækjunum og ég með geggja koncept time travel dót eitthvað mér fannst hann vera ástfanginn af því mér fannst hann gleyma hinu
Já, sko þarna nefnilega ert þú að fara inn á mjög áhugaverða pælingu sem að ég sko það ekkert allir með okkur þarna og það bara allt í góðu, en þetta með sko útlitið og innihaldið sko, að því að mynd getur sko svínlúkað og alveg bara flottustu kamerurnar og allt draslið og 40 þyrlur og allt það og bara búningarnir bara geðveikir og þú veist bara, wow, þú veist, þið líður bara eins og inn á bara listasafni, en eða ekki blóð, sviti og tár og þessi mannlegu bara mannlegu hliðar, briskleiki og bara allt sem við erum, ef það ekki með, þá ég allavega bara farin, skilurðu. Þá leiðist mér, sko. Já, en svo bara, þú veist, það alltaf einhver markað sem bara fíla þetta og þetta svona pínu þetta, hérna Hollywood, þú veist, dæmið, skilurðu. Já, stórmyndadót, en það samt kannski pínu ósanngjarnt að stempla það eitthvað allt þar, skilurðu, en maður veit alveg að það þú veist, að ég reyna allavega að hugsa að þannig bara, þú veist, og bara nákvæmlega eins og bara með aðra hluti, þú veist, jú, útliti skiptir auðvitað máli, sérstaklega að vinna í sjónvarpi, ég meina þú getur ekki sagt að það skiptir ekki máli, en innihaldið á að skipta mestu máli og bara sagan haldi, karakterarnir haldi, þú veist, að sé þessi dýnamík og konflikt og allt þetta sem við erum að reyna að búa til, skilurðu. Þú veist, mér finnst það á bara að vera hjartað í hverju sögu, að því, þú veist, ég kem svo mikið úr, sko, ég svo mikið bókanörd, það eiginlega svona minn svona, þú veist, ég les bara mist skáldsögur, þú veist, ég alltaf einhvern veginn þar, skilur í lífinu, og þar ertu bara, þú veist, náttúrulega engin, einhver glansmynd, þar lætur þetta bara gerast í haustum, þú veist, að lesa, skilur, en það, þú veist, mér finnst bara, þú veist, þetta málið, þú verður að hafa innihaldi verður að vera svo sterkt. En það verður að spyrja, þú lest mikið af bókum, að það fór náttúrulega bara allt öðru sem handrit. Já. Að því handrit þá mátt náttúrulega ekki skrifa okkar karakterin að hugsa ef þú mátt gera það í skáldsögu. Já. Hefur þú skrifað bók eða? Já, ég hef gefið út 2 bækur. Það var alveg fyrir mörgum árum síðan, ég skrifaði 2 skvísubækur. Er það skáldsögur? Skáldsögur, já. Og hvernig fílað þú svona þessi munur? Eru kostur og gallar við bæði það? Já, heldur betur. En eins og þú sagði sjálfur áðan, sko, þá þú getur skrifa bók ein, en þú getur ekki skrifa sjónvarpshandrit ein. Og ég meina það frábært að ráða öllu, ég segi það ekki. Já, en ekki kostur og gallar sem fylgir því? Jú, auðvitað. Ég held að þú fáir á endanum, og það fer auðvitað algjörlega eftir hvernig þú ert með prósessin að skrifa bókina og svona. Ég meina margir að skrifa bók einur og svo þeir með ritstjórn og ritstjóra og sem fer yfir og þannig að en þú ert samt alltaf, nafnið þitt alltaf eina nafnið á bókinni, sko. Þannig að þú ert svona the captain. Þú ert rithöfundur. Já, algjörlega. En ég vil meina, og þú veist, kannski ég bara svona vitlaus eða eitthvað, mér finnst bara æðislegt að fá að vinna með öðru fólki, því mér finnst mínar hugmyndir verða betri fyrir vikið. Þú veist, eins og ég var að tala um þú veist, ef ég kasta einhverju fram og þú eitthvað svona pælir í þau, bara hei, þú veist, hvað með að bætum þessu við þína hugmyndu, og þá einhvern veginn, þú veist, þá finnst mér, og ég hef upplifað það í höfundaherbyggi, þá verður bara til eitthvað stærra. Og það svo gaman. Þér finnst það kannski skemmtilegra heldur en þá vera bara ein með þinni sögu? Nei, veistu, þetta bara bæði betra. Þetta bara bæði betra. Kostur og gallar. Já, það kostur og gallar við þetta, og það svona, þú veist, stundum bara, og svo þarf maður líka að hugsa, þú veist, ok, þú veist með hugmynd, hvaða form hentar hugmyndinu minni? Kannski hentar bókaformið hugmyndinni þinni. Þú veist, og það getur verið fyrsta skref og síðan langaði að taka það lengra og fara með bókina í framleiðslu eða whatever, skilur. Svo eru aðrar hugmyndir sem bara, herru, þetta TV. Þú veist, og þá byrjum við að gera það, skilur, og þá setjum við saman eitthvað gott teymi og byrjum að skrifa þannig, skilur. Þannig að mér finnst það á náttúrulega, þú veist, það á líka að vera nummer 1, 2, 3, bara gæði sögunar. Hvernig vera gæði sögunar sem mest, skilur. Bara hvaða form erum við að tala um, hvaða handritshöfunda, hvaða tón, hvaða allt, skilur. Og það á alltaf að vera í fyrsta sæti. Bara gæði sögunar. En ok, ef við tökum gæði sögunar, ef það mikilvægast. Hvernig byrjar að fá góð gæði, skilur? Það ekki með karakterum? Jú, ætli það ekki. Sko, hugmyndi verður að vera góð. Og þegar þú segir hugmynd, ertu bara að tala um eitthvað svona, þú segir bara eitthvað logline, bara einn setning, bara já, í rauninni. Þú veist, að því mér finnst, þú veist, maður kemur alltaf því aftur og aftur, ef þú veist ekki hver þessi grunnsetning þín þá getur ekki fara að vefa í kringum hana, skilur. Nei. Og þú veist, eins og við vorum að, við skrifum ráðherrann, þú veist, það bara grunnhugmyndi, bara, geðveikur forsætisráðherra nær völdum á Íslandi og all hell breaks loose, skilur þú veist, það bara sagan, skilur Þú ætlar að sjá það maður. Já, það var stórskemmtilegt og
þannig að þú veist, þú verður að vera með, þú verður að vita hvað sagaðin er hugmyndin, þú veist, af því að stundum er maður með tilfinningu, já, maður langar svo fjallum hérna, þetta land eða þetta tímabil í lífinu, en þú veist, hvað er það, skilur, og svo er svo gaman ef maður er að nördast í þessum bransa að lesa bara, fara bara á neti og googla bara loglines og þá skilur maður, já, einmitt, þú veist, þetta er bara svona mænan, þú veist, í hverju verki og þegar þú ferð að skoða myndir, sérst kannski myndir eða þætti sem þú hefur séð og þú ferð að lesa loglænið, þú veist, bara eins og að lesa loglænið á Breaking Bad eða lesa loglænið á Mad Men og öllu þessum frábæri þáttum, þá svona skilur maður, já, þetta er stóra sagan, þetta er stóra sagan, svo gerist alls konar annað, skilur, að það er líka oft talað þú veist, A, B og C sögu í handritagerðinni, þú veist, þá ertu með svona A-sagan, það er svona sagan, skilur, en svo ertu með alls konar aðra þræði sem þú ert að vefa einhvern veginn í kringum hana, til að styrkja hana, skilur. En hvar kom inn svona themes, þemur, eða þema? Svona eins og bara, hvernig þema mennur? Bara eins og í Sisterhood. Ef ég myndi spyrja bara hvað þessi þættir, skilur, þetta ekki bara svolítið mikið líka, það sem ég veist ræði stórt þemi í þessum þáttum þú ert með svona leyndamál. Já. Leyndamál. Já. Geta í rauninni bara stúta þér innanfrá, sko. Já. Leyndarmál Skilurðu? Eru líklega algengasta orðið í loglines, ef þú lest bara miljón loglines. Bara eitthvað svona það er secret, mesta klísjan, en hún virkar. Það er svo auðvitað að tengja við það. Ég veit það, og þetta er líka, maður sér þetta líka bara alls þar, það er að finna líka. Þú veist, maður sér þetta bara í sínu lífi og þú ferð inn á fund og þú ert með upplýsingar sem þú ert að leyna, þá ert alltaf inn að koma með allt aðra dýnamík einhvern veginn á fundin, skilur, og sérstaklega þú veist að ég er hérna með eitthvað spil upp í erminni, skilur. Þannig að hérna, já, leyndarmál, þú veist, og ég meina þetta og sko, þetta er bara eitt af stærsta sem þú getur fundið, skilur, ef að þú ert með svona leyndarmál, búin að burðast með það í 20 ár, þú veist, þá er svo áhugavert að skoða, þú veist, bara hvernig hefur það tætt þig að innan, skilur, og svo eru við öll svo ólík, þannig að þú ert með þessar 3 konur sem hafa brugðist við þessum bara, þú veist, með gjöra ólíkum hætti, skilur, einhver fer alveg í vörn og bara, þú veist, reynir að, þú veist, íti sér frá sér eftir fremsta megni, þú veist, ein dettur alveg niður í, þú veist, fíknina og þú veist, það allt saman og fer að leita svara þar, við sjáum það líka út allt, við sjáum það bara, þú veist, taktu bara upp helgablað og það er bara, þú veist, áfallasaga, já, mannskjan endaði í fíkn, já, það er bara því miður rosalega þekkt leið að fara, þú veist, hjá fólki, skilur, þannig að þú veist, já, þema er leyndamál, þema er, þú veist, ég myndi segja fjölskylda líka auðvitað, fjölskylda, já, og svona kynslóðir og svona hvernig að það er búið að gera svo mikið rannsóknum núna á síðustu árum, þú veist, að það ferðast svo mikið milli kynslóða, þú veist, það verður að tala um að sko hugsanir geti borist á milli sem sagt foreldri og barns og bara áfallastreita getur borist milli foreldris og barns og allt þetta skilur, þannig að tala oft um syndir feðran og allt það, en þetta er konsept, þú veist, þannig að við erum líka eins og fjallum það, hvernig, þú veist, hvernig kannski vanræksla á heimili, alkoholismi og viðvarandi ofbeldi, þetta hefur það áhrif á barn sem elst upp í þeim aðstæðum og hvernig einstakling ert þú þá að skilja út í samfélagi, skilur svo er allir aðeins að hissa ef að þessi einstaklingur, þú veist, næri ekki að feta sig og næri ekki sínu vopnum í lífinu, skilur, en þú veist, það er bara, þá þarf að leita skýringa, þú veist, aftar í ættartrénu, það er bara oft þannig og bara svona hvernig eru aðstæður, þú veist, hjá fólki en að mér er það Ég fann rosa til með heitum hún ekki Rödd, sagði það ekki? Jú, mammenar Hönnu sem Marja Heba leikur. Já, sem var drepin. Já, einmitt. Leikir það brilliantly. Óbáslega flott. En eins og karakterinn, ég fann svo til með henni. Já, ég veit það. Þú veist, að vera þessum spórum. Já, bara... svakalegt og þarna, þú veist, þarna það eru þetta, þú veist, sem betur fyrir ekki mörg viðlíka mál á Íslandi, en þú veist, það eru þetta hún ásér þetta einhverjar, þú veist, fyrirmyndir bara bæði hér, en þú veist, svona grunnurinn að okkar hugmynd er sérst bandarist morðmál, þú veist, þannig að það er svona
setupið og það svona skelfilegu glæpur sem framinn og sem kemur í ljós 20 ára setna eitthvað svoleiðis? Nei, það reyndar fara strax og segja frá þessu í einhverju svona geðrofi bara einhvern veginn daginn eftir eftir verknaðin en það svona, en okkar hugmyndir náttúrulega breytta þýleitinu til að þú veist þarna líða öll þessi árskiluru en þú veist, sem gerir þetta ennþá ógeðslegra sem gerir þetta raunin ennþá ógeðslegra og ég alveg sammálaður með, þú veist, að því að Ruth svo, þú veist, á sínum tíma þegar hún var að reyna að segja þorpinu, heyrðu, dóttir mín horfin, þú veist, og það gerðist eitthvað, ég veit að kom eitthvað fyrir, þá allir bara, hún nú rosa drikkveld þessi hún nú voða, algjör drusla, hún búin að liggja undir öllum köllunum í bænum og svona við ég trúi henni nú ekki, skilur, þannig að þá ertu bara með, þú veist, þessi þemu sem náttúrulega líka bara svona slut-shaming og ekki hlusta á þessa að því að hvað hún var svo full, eða þú veist, það valið ástæða, skilur, þannig við erum að líka poti í svona bara svona málefni sem við erum alltaf að tala í dag, sko. Já, sem mjög áhuga. Og svo kemur Halldóra Geirharðs, hún rauninni svona nýja típan af löggunni og hún þú veist, komið með rauninni aðra sín og hún trúir Ruth og hún, þú veist, fer einhvern veginn að reyna að vinna meira einhvern veginn í gegnum hana og tala við hana og svona sýninni virðingu, þú veist. Já, og það líka leikuna Halldóra Geirharðs sem við þetta leikja allt. Já, algjörlega. Þú veist að ég var að horfa á Gullregn eftir Ragnar Braga. Já. Ég fekk hann til mín og sérst horfði ég á hana. Halldór þeirri mynd. Og hún svo allt verður sér karakter. Ég veit að maður hefur séð hana bara í ótrúlegustu hlutu. Hún svakalega maður. Já. Hún bara verðist geta að leikja alls konar. Já. Þú veist, það er misjant hversu mikið svona reynsleikarar hafa. Já. Sumir eru svona einhvern veginn alltaf eins. Já. Og ég alveg að hugsa Hollywood eitthvað, maður bara svona, þessi er bara typecast. Svo aðeins leikarar sem bara geta bara farað á skalan. Algjörlega og svona leika held ég Bubba Mortens núna, ég reyndar ekki séð það. Já, betur hún að leika ég held að hún sé að leika hann á kókaða tímabilinu. Og það reyndar hljómar mjög áhugavert. Ég veit, bara, þú veist, bara einmitt, hún hún rosalega fjölhæf, sko. Já, hrigalega. Já. En ég verði aðeins að spyrja, því við erum búin að tala um Sopranos og Breaking Bad og svona. Já. Hvað finnst þér að vera svona, að þú sést horfa mikið á sjónvarp? Já. Er það aðalega skrifaefni? Já, mér finnst það eitthvað skemmtilegast. Já, þú ert ekki að horfa á Keeping Up with the Kardashians eða Love Island? Nei, ég hef ekki dottið mikið í það. Ég horfði alltaf á Survivor þegar ég var lítil, mér fannst það ógeðslega gaman. Þeir eru skemmtilegir. Þeir eru, sko, fyrstu 5 seríuna. Ég ennþá að horfa á Survivor. Það bara Survivor 147. En ég líti á þetta sem keppni, eins og frekar eins og íþrótt. Já. Að þegar þetta er svona leikur og svona. Já. Frekar að horfa á 100 seríur af Kardashian-dótinu. Já. En mér langar að spyrja þig, hvað finnst þér vera svona áttu ykkur svona uppáhalds þetta, svona bara þínu persónulegir, er það Sopranos, Breaking Bad, þú talar um Mad Men líka? Já, ég menn þetta eru top 3, svo getur þú bætt við, þú veist, bara svona Game of Thrones, þetta er ógeðslega típist, einhvern veginn, en þetta er svona bara satt. Ég var rosa glöð þegar ég sá núna að það á að gera aðra seríu á Dexter. Dexter hefur alltaf verið minn maður, sko. Hvernig fannst þér? Og Deborah. Systir hans, hún er einn af mínum aluppáhalds karakterum bara eðver? Love her, love her. Ég verð aðeins að spyrja þú til Dexter. Já. Að því að fólk var ekkert svakalega ánægt með síðustu seríu. Nei, nei. Hvar varst þú? Já, ég var svona aðeins svona, þú veist, fara niður. En ég var samt svo, ég var búin að investa svo mikið. Þú veist, þetta er svona eins og fjárfesti sem búin að, þú veist, einhvern veginn bara henda endurlust peningi í eitthvað startup og þetta startup er svona gekk vel og svo er það aðeins farið niður og svona, en þú bara elskar það svo mikið og þú ert búin að dæla svo miklu í það, sína þessu miklu ást og athygli. Þú getur ekki ofseint að bakka. Bara they got me. En þannig að þú varst, þegar síðast atriðið bara, kom bara kredlistin, síðast að þetta með síðsýrinni. Já. Manstu hvernig það leið? Sko, já. Þetta er bara svona sama tilfinninga og þegar Mad Men endaði, ég var ekkert ánum með endarinn á Mad Men. Ég sá bara fyrst sér því. Já, ok, það fannst öllum það eitthvað briljant, en ég var bara svona innilega, ég upplýði bara svona tómleika tilfinningu. Bara svona... Varstu ekki fullnægð í rauninni, er það það? Sem áhorfandi? Já og nei, þú veist, við erum að tala um það þegar hann einhvern veginn bara sviðsetur eigin dauða og bara svona siglir út í hafið. Það er náttúrulega óttalegur Hollywood endir, helviti falleg slaufa og ljótri seríu, skilur en sko ég upplifði svona losing a friend, sko. Ég upplifði bara svona, já og bara þú veist, þegar þetta er búið,
erum við þá ekki að fara að hittast aftur eða þú veist, hvað á ég að gera? En fannst þér svo að því að hún endar, Dexter serien, Já. Spoiler fyrir Dexter, Já, þú veist hvað, 15 nákvæmlega, að því hún endar, Já. hann fer ekki í fangelsi, Nei. hann er ekki drepinn. Nei. Fannst þér það í takt við seríuna? Sérst heildar seríuna? Sko, Mér fannst það ekki þora að taka já, skarið. taka skarið. Voru þau alltaf að halda inni að gera, þú veist, aðra seríu? Veit það ekki. Mér fannst samt svo hræðilegt þegar þetta stóð tæft hjá Dexter og hann var komin í raunverulega lífshættu. Þú veist, mér fannst það bara svona, ég meikaði það bara ekki. Hélstu svona mikið með honum? Ég hélt bara svakalega mikið með honum. En það er áhugavert að þetta er fjöldamorðingi. Já, ég veit það. En sem hann, af hverju hélstu með honum? Segir þetta ekki eitthvað um mig eða? Ég veit ekki. Ég hélt líka með honum. Þú veist, já, ég bara, veist það, þú spyrði, þetta er bara mjög flókin spurning. Ég bara, I loved him. En ég held líka partur að því, að því við vorum að tala um á Já. það. Tony Soprano, Walter White, glæpamenn. Þetta er agalegt fólk. Þetta er agalegt fólk. Já. En eins og með Dexter, hann var alveg með eitthvað kód. Hann var með kód. Og af því hann er með kód, Já. af því hann er að drepa svona innan geðslappa, eða kannski dendil innan geðslappa, vont fólk. Þá erum við sem Akkurat. áhörundur, við erum bara svona, já, ég skil hann smá. Já. Jú, Já. þetta er kannski, ég myndi ekki gera þetta, Já. en mér finnst samt gaman að horfa á þetta. Já. Af því það er eitthvað svona innst Já. inn í okkur. Já. Varum til í, Já. okkur getur ekki samfélagi virkast undir svona. Já. Algjörlega. Það myndi allir elska að hafa Dexter á kantinum. Ég meina bara eitthvað svona vigilante fjöldamóningja. Þegar dómskerfi virkar ekki og ekkert virkar, Já. skilur bara, herðu, sendu bara Dexter í málið. En mér er svo áhugavert að því að, þú veist, við erum í podcasti núna, að hlaðvarpi, og það er svo mikið af hlaðvörpum og náttúrulega svona hlaðvörp koma svolítið upp með svona, sannsögulegum glæpa umræði þáttum, svona true Já, crime já. podcast, það er svo rosalega mikið af því og svona. Mjög vinsælt í dag. Já, ógeðslega vinsælt og hefur verið svolítið á síðustu árum og svona, og þá var, ég hlusta ekkert um einhver svona umræði þetta bara, af hverju hrífumst við að svona viðbjóði? Ég, þú veist, þá var svona verið að velta upp svona spurningu, þú veist, við höfum við það svo gott að okkur langar að sjá, okkur langar að vera pínu hrædd, þú veist, og vita hvað ógeðslegt er í gangi að núti og allt þetta, skilur, af hverju hefur maður áhuga á svona ógeði? Er það að tala líka bara eins og bara alvöru fjöldamóningjum? Já, af hverju erum við svona, einhvern veginn, sökkum við einhvern veginn í þetta, þú veist, og líka bara svona karaktera eins og svona rosalega brestað fólk, bara svona hræðilegt fólk, skilur eins og við talum bara þessa mafíufóringja og fjöldamorðingja og morðingja og allt þetta, skilur hvað er það? Þetta er eitthvað svona voyeurism í manni, skilur, að fá að fylgjast með. Já. Við erum í öruggri fjarlægð, Já. við fáum aðeins að taka þátt í, Já. veist, er það ekki bara svoleiðis? Ég meina því að við erum, eins og við talum á hann, fólk er svart og hvít, við Já. erum ekki bara svart og hvít, það er flóknara. Já. Og þegar við sjáum eitthvað svona, veist, bara, tökum bara dæmi Dexter, Já. maður er bara eitthvað svona, veist, þetta er maður, Já. en hann hugsa svo allt öðru sem ég, Já. og mér finnst það svo áhugavert. Hann Já. er tilbúin að fara svona langt, Já. Já. í sinni trú að hann sé að gera rétt. Já. Já. Mér finnst það áhugavert. Já, og það sem er líka með, já, algjörlega sammála, það sem er líka með Dexter er að, þú veist, hann er með leyndarmál. Þú veist, að þið vorum að tala um leyndarmál aðan, þú veist, leyndarmál eru oft svo ansi góð. Allir með leyndarmál. Allir með leyndarmál og svo, stundu vita áhörundur á því, stundu vita áhörundur ekki að þau komast að því, þú veist, það er að leika sér helling með það, sko. En að því hann er svona, þú veist, hann lítur út eins og Ken, Já, flottu kall. Og flottu kall og flottir í vinnu og býr hérna í Miami, bara geggjaði fílingur. Já. Svo er hann með þetta svona dark secret, þannig ég held líka að það er svona, mér er svo flott setupið. Þú veist, það er svo mikið kontrast, skilur. Svo ertu með hann starfandi sem svona blood splatter analyst í lögreglunni, þannig að steikurnar, þú ert líka alltaf að leita því. Þegar vorum að tala um, þú veist, konflikt er svo mikið leikir aldrei, svo ertu alltaf að leita stað til að hækka steikurnar. Bara hvað er í húfi? Hvað er í húfi? Það verður að vera meir í húfi, hendum inn hérna litlu badni sem hún á hérna og þannig að það er komið hættu líka. Skilur, þá ertu búin að hækka steikurnar. Algjörlega. Þannig að það er líka svo gott setup. Þú veist, fjöldamorðingi sem vinnur hjá lögreglunni, systir hans er lögregla, þú ert búin að íta þessu ansi hátt upp, sko. Ef hann væri bara eitthvað svona, þú veist, bara endurskoðandi á KPMG, þá væri þetta svona þessu öðruvísi, ég held að væri ekki jafn áhugavert. 100%. Setupið, og svo líka karakternir í Dexter, það er bara svona eins og Deborah. Já. En það er alveg rétt hjá þér, af því að það sem gerir það spennandi er að við vitum, af því að við sem áhörðum vitum, hann er fjöldamorðingi.
að hann svo miklu návi yfir lögguna. Já. Að við erum alltaf bara, þú ert bara á línunni. Og ert á línunni. Það svo lítið til Akkurat. Að allt bara fokkist upp hjá. Já. Og sama í rauninni með Walter White. Þú veist, máur hans hann eitthvað DA, Jöp, í fjölskyldunni. Hank, ég elska Hank líka. Og Skyler geggjuð, rosalega flott og manni líður svona smá eins og maður svona, ég verð svona klikkum, ég líður svona smá eins og ég þekki þetta fólk. Ég svona, þú veist. Já, því þú ert komin inn að heimili á svona. Já, ég myndi fullkomlega missa vitið að ég myndi hitta þið bara eitthvað staðar svona, þú veist, í New York. Svo leikarna? Já, leikarna, já. Ég myndi bara svona, þú veist, ég veit ekki hvað myndi gerast. Ég myndi bara svona trullast. En myndi þá líða eins og við myndi hitta Bryan Cranston? Já. Myndi þá finnast bara eitthvað, ég hitta Walter White? Ég veit ekki, ég myndi bara fá einhver bara svona, þú veist, ég veit það ekki. Hvern var mest til að hitta? Hvern var mest spennandi að hitta? Úr eitthvað svona seríu? Ég veit það ekki. Ég veit ekki, ég ætlaði að sé ekki hún Deborah, ég man ekki hvað leikur hún heitir úr Dexter, systir hans Dexter. Jennifer Carpenter. Jú, og þau giftust, hún og Dexter giftust og svo skildu þau eitthvað svona. Í alvörunni. Já, þau voru hjón á einhverjum tímabil þegar þau voru í tökunum að leika systkini sem við veist líka ósla fyndið. Og ég held mér svo þau að vera að leika en þá í þessu þau voru skilin. Já. Hvort það var ein sería þannig. Já, það getur verið. En ekki alltaf sagt bara never meet your heroes? Það ekki alltaf vondhugmynd? Maður bara með eitthvað svona geðvika væntingar, þú veist. Svona kannski bara fáið eða eitthvað. Já, elskar eitthvað hlutverk sem hún var í, þú veist, eitthvað svona, ég held þetta yrði alltaf hræðilegt að hitta þetta fólk, bara hryllingur. En svo væri svo gaman að þú hittir þú er svo segjum að Debru. Já. Þú myndi hitta hana og hún væri bara mega næs. Oh my god. Þá myndi hún hækka bara ennþá með ágjörðu, sko. Og við erum bara BFFs og... Myndi hittast reglulega og svona. En mér langaði aðeins tala við þig Sopranos. Já. Við erum aðeins búin að nefna það. Já. Að ég man þegar þið kom út. Já. 99. Já. Að því sjónvarp breyttist þetta. Já. Og þetta var miklu vandara. Já. Í gamla dag, þú maður hvernig þetta var, ef að leikar voru í sjónvarpi, þá þótti það rosa hallarslegt. Þá varst þú bara eitthvað svona B-myndaleikari. Eða B-leikari. Já, kvikmyndir voru aðal. Það var aðalmálið, það þótti töff. Það var ekki töff þú veist að leika í sjónvarpi. Svo kemur Sopranos og þeir sína bara einmitt þetta long form storytelling, langar stóra sögur, episka sögur sem gerast bara í nokkrum serjum, yfir nokkur ár. Fólk fílaði þetta. Og það var svo gaman þessu serjum sem koma eftir Sopranos. Sástu Six Feet Under? Ég ekki búin að sjá Six Feet Under. Ég veit það. Það hræðilegt. Nei, þú ert gott. Ég öfum það. Það er svo gott, maður. Já, ég sá fyrsta þátturinn og ég var bara svona, oh my god, þetta er eitthvað geggjað. Og ég vildi bara svona gera það sem ég var á góðum stað í lífinu og bara svona með nægan tíma. Þannig ég er með að skedjulerað í haust. Ég geti, veistu það, við erum nú bara búin að þekkjast núna í stuttan tíma. Já. En ég held ég geti veðja peninga þú átt að fíla þá. Já, bara fjárhæðir, bara að tala bara show me the money. Þetta er bara svo vandadrama. Já, vandadrama. Skilur. En það er smá konflikt í gangi því þú veist, er maður að fara að horfa á Six Feet Under á sama tíma á nýjastu seríun af Dexter eða þú veist, er það ekki að fara að flækja eitthvað að náttúrulega leikur í báðu? Ég sá Six Feet Under undir Dexter. Já. En þegar ég sá Dexter, hann var gæinn Six Feet Under fyrir mér, sko. En þú veist, þetta er náttúrulega fjölbyrðu leikari, allt þessi karakterar. Flottur, já. Six Feet Under, nákvæmlega. Ég mæli sterklega með þeim. Sástu The Wire? Já, ég er ekki búin að klára The Wire. Ég veit að það er eitthvað svona dauðasynd nummer 1 og ætlar að þykist þér á handriðsöfundur. Nei, alls ekki. En ég er komin inn í aðra seríu. Já. En ég var einmitt, mér svo, ég var svo hugsi yfir þessu, að þetta er ógeðslega vel gert og vel skrifað. Það er enginn að segja neitt annað, en þetta krefst rosa þolinmæði. 100%. Þú veist, og ég velti því svona fyrir mér, þú veist, þegar Wire kemur út, er meiri þolinmæði í gangi fyrir hvað segir maður svona hægari takti, þú veist Meinar versus í dag? Já, þú veist, maður þarf að vera ég er svona pínu típa, sko, maður þarf að vera alveg bara, þú veist, maður þarf virkilega að Þeir eru hægir, sko. Já, þeir eru það. Ég tók ekki til sátt 6, sko. Ég horfði að fyrst séruna, ég var svona, já, þetta er alveg fínt. Já. En svo, þú veist, þú kennst lengra og fattar svona þegar það er að setja þrákvæmum vingi í öllum seríunum. Já. Við rauninni fjalla bara seríun Baltimore. Einmitt.
Veist, og það svo töff, hvernig og fara ógeðslega gegnum, flott. þannig Já. fjölmiðlar, þannig skólakerfið, Já, þannig lögreglan, þannig þetta, já, það er töff einhvern svona heildarverkið. já, Ég mæli það þegar þú hefur tíma og svona Já. að kíkja á það. já, 100%. Já. Þeir eru búin að vera á listanum alveg heil lengi einmitt, sko. En svo kemur Breaking Bad. Svo kemur Breaking Bad, já, það er náttúrulega, það eru stórkostlega þættir. Já. Manstu þú sást þá fyrst? Varstu strax bara ástfangin með það? Já, sko, ég er ekki að í fyrsta þættinum er þið svolítið kynnt setupið. Þú veist, að þá, býtu, er það opnunaratrið í fyrsta þættinum þegar hann er hann á bílnum, hann keyrandi á nærbuxunum, nákvæmlega, já, þá veistu hvert þú ert að fara cirka, en svo bakkaðir og fara hann í eitthvað svona, var ekki afmæli eða eitthvað svona, og þá var hann einhvern veginn að komast að hann með krabbamein og dyrru og eitthvað svona, þá færði setupið. Mér varst fyrsti þátturinn bara ógeðslega vel gerður, hann húkaði mig algjörlega inn, sko. Hann náði þér? Já, hann gerði það. Að þú veist, þá fannst mér svona að vera þú veist, maður var komið smá samúð, gagnvart honum, þú veist, Walter og eitthvað svona, og svo bara einhvern veginn heldur þetta áfram, og það sem gerðist, þú veist, mér varst það sem gerðist í þeirri seríu, þannig að þessi cold open, þú veist, það er bara þessi svona sena áður en að hvað segir maður, titlarnir koma. Mér fannst það bara, þú veist, það varð bara eitthvað svona brjálega sköpunarkraftur þar, og það var svo oft svo ofboðslega flottar senur áður en að þátturinn per se byrjaði. Svo kannski tókur eitthvað svona lítið atrið innan úr þætturum og byggur bara til algjörra baksögu, þú veist, í cold open, og svo ferði í þáttinn, og svo allt í einu ferði á þann stað í þættinum þar sem að þessi forsaga, hvað sem bara svona prólókur var úr, með svo gríðarlega margt vel gert þarna, sko. Þannig að maður stundum bara svona, vá, alveg bara, herri, þetta var bara ógeðslega vel gert. Ég ætla að vera fárálegar hæfileikar hann á ferð í handritatíminu, sko. Handritatíminu og aftur öllu. Þú veist, það er kastið, ógeðslega flotti leikarar, og líka, þú veist, það er líka eitt, þú veist, að vera með söguna á spennandi stað, spennandi setting, þú veist, mér finnst alltaf gaman að kynnast þarna, þú veist, þessum fylgjum þarna rétt Albuquerque, New Mexico, já, New Mexico, mér finnst það allavega svona framandi staði fyrir okkur. Þetta var ekki New York, þetta var ekki LA. Já, þú ert búin að sjá það var svona nýr staður, sko, já. Og svo er líka eitt sem ég hugsaði mikið í, að því vorum að tala um systarbönd, þú veist, áðan og svona, að þú ert með, þú veist, þetta eru heavy þemu. Þetta eru ógeðslegt mál, þetta eru brestir og fíkn og fangelsi og lögregla, allt það yfirvofandi, sorg og harmur og allt það. Ok, það er svona svolítið það sem sagan er skilurðu. Hún gerist bara, þú veist, hún er skotin í júní á Íslandi. Bara það sem að Íslandi er í sínu besta ástandi, þú veist, það er sól, það er gleði, þú veist, það er allir hamingjusamir. Ég var rosalega ánægð með það, því að fyrst átti sagan að gerast hávetur. Þú veist, morðið átti að vera framið á gamláskvöld, áhugavert. Og og það hefði verið skotið í svartasta tímanum, skilurðu. Og áferðin hefði verið allt önnur. Allt önnur, og ég var svo glöð að þessu var breytt, vegna þess að þá ertu farin að láta hluti vinna á móti hver öðru. Þú veist, með eitthvað svona ógeðslega mikið darkness í sögunni, svo ertu með rosalega mikla birtu og gleði í ytra, þú veist, þá er þessi element svolítið að tókast á, skilurðu. Kontrast, já. Kontrast. Þetta er mjög áhört að tala að það hefur komið til greina að það gerst að veta til. Því nú er ég að hugsa með þú talað, þetta er þungsaga eða þungt viðfangsandi. Það er líka bara myrkur og snjó og eitthvað. Hefði þetta orðið of þungt? Nákvæmlega. Og svo fórum maður að hugsa þú veist, alla reyfarna og flottu krimmahöndan okkur og svona. Það er mjög mikið bara darkness í þessu öllu, skilurðu. En mér fannst gaman að taka smá twist á það. Þú veist, með darkness í söguþráðunum, þá ertu með bara rosa mikla birtu og yl í þú veist, lúkinu og hvenær hún er skotin og allt það, skilurðu. Að því að, þú veist, einmitt við vorum að tala um konflikt á hann og kontrastar eru líka, þú veist, að láta hluti vinna á móti. Þú veist, láta hluti vinna á móti hver öðrum, sko. Og þá er líka gaman, einmitt, þú veist, að því að þarna New Mexico og þessi fylki hérna í Bandaríkjunum, náttúrulega alltaf sól, alltaf að drýsti yttir ból, allt þetta, skilur. Alltaf gott við og hanga, alltaf einhvern veginn með sólglerunnan í stipi. Og bjórinn og eitthvað. Og bjórinn, já, allir í poolpartís og svona, og með þetta svona heavy þema, skilur. Undirheimarnir, methamfetamin framleiðslan, þú veist, og allt ógeðið sem kemur síðan í framhaldinu því, þá ertu líka í rauninni með þennan kontrast, þú veist að það er alltaf bara sól og gleði, skilur, og svona ógeðsleg saga. En undir yfirborðinu, þá er mitt, eins og segið, þá er þetta darkness. Já, mikið darkness, já. En þú talaði um fyrsta þáttin í Breaking Bad, já. og mjög sterkur, ég er samanlega þar. Já. Hvað finnst þér
einkenna góðan fyrsta þátt í seríu? Einmitt. Sko, þú sagðir allavega einn rosalega mikilvægan punkt áðan og það er bara, þú veist, heldur þetta? Slanga með að sjá meira, þú veist, er verið að einhvern veginn tryggra á nógu mörgum stöðum, skilurðu? En svo að því þú veist, svona nýlegi besti þátturinn sem ég sá er hérna Mare of Easttown, hérna Kate Winslet. Já, ég svo sjá hana. Ég ætla að veðja jafn miklum pening á að þú fíli það. Og ég fíli 6 feet under, já, það eru kvítu. Ég er búin að sjá það. Ég er mjög spennt að sjá það. Já, það var svona, þú veist, ég var ekki alveg ánægð eftir fyrsta þáttinn. En ég var búin að fá bara svona, það var bara svona þarna maður sem vinnur með mér sem er með mjög góðan smekk og hann segir bara, veist það, þetta er bara eitt besta stöf sem ég sé í langa tíma. Ég veit á verður óþolumóð eftir fyrsta þáttinn, geðu þessu séns. Ég er bara, ok, geggjað, good to know. Fer inn í þetta með það hugarfar, var svona eftir fyrsta þáttinn bara svona, hvað er þetta? Mér finnst það svolítið svona long, svona teikt og ég er bara svona, hvað er þetta? Mér finnst það svona vera að þreifa svolítið eftir þannig í fyrsta þættinum og svona, svo bara neglaði þessi gang hérna einhvern tímann, þú veist, ég man ekki hvort það var snemma í öðrum eða svona einhvern tímann í öðrum þætti, þá var ég alveg, hérna húkaðist ég. Það var bara svona, tók maður eftir, það var bara eitthvað sem gerðist, skilur. Það var bara eitthvað sem gerist. En mér, þú veist, setupið, þú veist, þú verður að ná setupinu, þú veist, og þú verður að ná, og setupið verður að vera með nógu góðan húk, skilur. Ég verður ekki, ef þú veist að horfa á nýja seríu, að ég verða alveg pínu pirraður ef ég horfa á fyrsta þáttinn, og ég er búið með fyrsta þáttinn, og ég er bara svona hvað þessi seríu. Ég veit það, já. Mér finnst, er það ekki pínu möst? Jú, og þá það aftur, þú veist, þá þarfst að vita hvað serían þín er, þannig að þú getur alltaf að byrja svona að tísa á þemun, skilur, hvernig svo þú ætlar að gera það, skilur. Að því eins og í systaböndum, þá í fyrsta þætti, þá finna þau beinin. Já. Þú veist, ég fór að hugsa ef að það ekki þætti 3. Já. Nei. Já, akkurat. Þú veist, það hefði verið pínu svona, ok, þú veist, hvert er ég að fara? Já. Mér fannst, þú veist, mér fannst alveg sumt þarna að mínum dómi hefði mátt alveg vera aðeins hraðara pace í systraböndum. Nei, í systraböndum. Já, mér fannst, þú veist, það er þetta longform, skilur, og ég veit það alveg, en svona bara minn smekkur hefði verið að keyra þetta aðeins, aðeins hraðar, skilur. Já, þú vil að fá svona hraðara pace í söguna. Ekki hraðara pace í söguna, en svona, þú veist, mér finnst það stundum svona að fara að liggja svolítið mikið í sérnum og hefði verið svona gott að skipta með sjónarhorn og svona, mér finnst það svona, þú veist, og það upplifið aðeins þarna í Mare of Easttown á fyrsta þættinum svona, já, og þú veist, ég var ekki komið með á hreint hvað þetta var, skilur, og nákvæmlega eins og þú ert að segja, þú veist, að ef að þú verður líka að skilja hvaða sögu þú ert að horfa á, skilur, 100%. Og bara þannig að þú getur byrjað að investa, þú veist, er þetta saga smábæ, er þetta saga neytanda, er þetta saga lögreglunás, hver er fókusin hérna, ég bara fókus, þú veist, það er líka, skilur, og við ákvaðum að gera þannig, ég er mjög ánægð með hvernig fyrsti þátturinn peysaðist út í systraböndum, því þannig ert að finna líki á sama tíma og ert að kynnast þarna, þú veist, konunum 3, og þannig þú ert alltaf með þarna lögguþráður náttúrulega íti sögunni áfram í systraböndum, líki finnst, löggan byrja að leita, tala með þennan, þetta gerist, og það er svona, það er það sem íti sögunni áfram, en mér svona, þú veist, þær allar einhvern veginn, þú veist, þá vissi maður svona, mér varst þetta góð upplýsingagjöf, þú veist, að þarna, þú vissir að eitthvað hræðilegt gerðist, þú vissir að þær gerðu eitthvað með það, og þá ertu, ok, þetta er sagan. Það er eitthvað hræðilegt sem gerðist og þær bera einhver ábyrgð, ég veit ekkert hvað gerðist, en þær eru ykkur bölvuð viðsynni með þetta og hvernig ætli þið spilist nú úr þessu. Ég sér hann að mun tækla það, hvernig þessar konur, ef það díla við að þetta lindamál er komið byggjabrið. Akkurat, já. En þú veist, ég veit þetta til fyrsta þáttin. Já, akkurat. Þá er ég bara, ok, ég er til í meira. Akkurat. En fyrst stundum maður kannski að horfa á eitthvað, eða bara bíómynd, kannski hálnuð og ég er bara svona, hvað er það? Ég veit það. Og þá er það bara, þú veist, og svo nefnilega, þú veist, það sem á hinum endanum, þú veist, ef maður er ofdærekt, þá það er ekki heldur gott, skilur. Nei, þú þarft að vera eitthvað starfn á milli, skilur. Að þú vilt ekki stafa ofan í fólk, þetta er svona sería. Þú ert svona að sína það, samt ekki, segja það, samt ekki. Alltaf svona eitthvað að fara á milli, skilur. Þannig að ég tek algjörlega undir þetta. Ef ég þarf sem áhorfandi að skilja hvað ég er að horfa á. Ég þarf ekki að vita allt, en ég þarf bara að vita svona
já, ok, þetta er ramminn, Gef mér nóg. þú veist, gef mér nóg, Já, en eins og Gef mér segja, nóg. ekki mata mig. en hvað er nóg? Já, Það er sem er svo erfitt við $1,000,000 question. Þessin er þetta svo fáralegt. Og þess er svo fín lína. Já. Þú veist, hvað er nóg? Já. En Það er svona tísa, nóg mikið, Já. nóg lítið, þetta er svona, þú veist, Þetta er ógeðslega erfitt. óttalegt, já, óttalegt eitthvað daðir, þú veist svona, já, svona gefa, já, nákvæmlega. Þetta er verkefnið, þú veist, að finna hvað þetta liggur. Þegar þættinni kom út, sérstafnönd, var einn í viku. Já, sko, ef þú varst Kom með sér hann þarna- öll eða? ef þú varst með þarna Síman Premium, Já. þá gast að horta á í beit, sérst alla þættina 6. Já, ok. Og, bara, og Því svo, ef þú, en svo gast að horta í opinn dagskrá, sérst alltaf á sunnudum vikulega. Já, ok, þú gast fengið til línari dagskrá, Já, en líka binge að þú vildir. já, Ef þú varst með sjóns premium. já. Og þá kaupir þann aðgang, en þú gast hort, þú veist, þetta var þá opið fyrir alla, skilur. Áhugavert. Já, Að því ég ætlaði að spyrja út í dag, þetta er búið að breytast. Netflix kemur á markaðin já, og þeir kynna svolítið binge-stótt. já, heldur betur. Þeir fara að gefa bara, ef það er Netflix-serja, það er bara, Já. herrðu, þú fær hérna 13 þætti. Já. Kom bara allir á sundi eða eitthvað. Algjörlega. Þannig að þú sem áhorfandi getur hort á eins marga þættið og þú vilt. En það hlýtur líka að hafa einhver áhrif á hvernig þú skrifar. Myndi ég halda, af því að ef þú ert að gera fyrir Netflix og þú svona veist, já, ekki fólk er að binsa, getur kannski liftir ákveðinu hluti svo getur ekki liftir línlunda, sko. En þú verður að húka mig, ég þarf að koma síðan á Já. sunnudaginn og horfa á næsta. Nákvæmlega, Skilur upp á hvernig þáttur eitt endar, já. fattur hvað við? Já, sko, það er talað að, þú veist, auglýsingahlé í Mhm. bandarísku sjónvarpi hafi bara ákveðið format af, early days TV-writing. 100%. Það var bara, þú varst með 50 mínútur, svo 20. mínútu, þá er auglýsingahlé. Mhm. Og þá þarf það að hafa cliffhanger á mínútu 18 til 20. Svo ég kom aftur. Svo þú komir aftur eftir auglýsingarnar. Já. Svo eru aftur auglýsingarnar mínútu 35. Þá þarf það að hafa annan cliffhanger. Þannig að þú komir aftur og sama með mínútu 52 þegar þú ert að fara að klára þáttinn, skilur, þá ert það að cliffhanger þannig að þú komir aftur í næstu viku, skilur. Þetta var bara, og þessuna eru þættir og maður finnur það þegar maður, sérstaklega í gamla dag, þú veist, maður var að horfa á eitthvað, þú veist, Guiding Light, eitthvað, Daytime TV, eitthvað, þú veist, og maður finnur, já, hérna var greinilega auglýsingarhlé. Það er bara eitthvað, er hún dáin, skilur, og svo kemur bara næsta sena, hún er dáin. Eitthvað svona, já, þau eru að minna mig á það, hvað gerðist, eitthvað svona. Þannig að maður finnur það mjög mikið, skilur. Þannig að já, pottþétt, ég veit samt ekki alveg hvernig, þú veist, Netflix er að breyta þessu, þú veist, ég geti ímynda mér að það sé minni krafa á að hver þáttur sé svona rosalega mikið standalone. Já, skilur, að því þú veist, eins og við hugsuðum til dæmis ráðherran, þú veist, ráðherran var bara í línulegri á RÚV, þannig að það kom bara einn þáttur á hverju sunnudagskvöldi, skilur. Og þið vissu það fyrirfram? Við vissum það fyrirfram, já. Okay. Þannig að þú veist, þú verður að hafa svolítið svona skýran endi og svona skýrt, þú veist, já, bara hver þáttur er svona, já, hvað segir maður, ein heild, kannski meira. Kapli, eða eitthvað svona. Já, kapli. Ég held samt að það sé ansi góð regla þó þú sért með þetta, Í svona bindstóti. Já, ég held að þú verður að hafa, alltaf að hafa dálítið svona smá fókus í hverjum þætti, skilur. Ég fór bara að pæla hvort þau leiði sér frekar, eins og við tala um hvað þátturinn er. Það er bara svona, við þurfum ekkert alveg að segja því fyrst þætti. Þeir eru að fara að horfa á 3 í röð. Við myndum bara þætti 3. Já, ég held að það sé stórhættulegt. Er það ekki svona smá? Já, ég myndi ekki láta svona slæta. Nei, ég meina ef að þú er að skrifa verk. Nei, ég myndi bara, þú veist, ég veit það ekki. Mér finnst það svona, sko, ekki nema og sért bara með eitthvað, þú veist, geðveika karakter og geðveika senur, að því, þú veist, sko, nei, veistu þetta, ég held að þetta verði alltaf að koma saman, sko. Mér finnst það. Já, með góð ég karaktera. Ég fíla það ekki, sko. Já, nei, þú sko, já, einhvern veginn þarf fólk að fatta að þetta sé þess verði að fylgjast áfram með. Og það er náttúrulega, þú veist, þá þarf þetta að sína fólki út af hvað sagan gengur og já, bara húka það inn, skilur, þetta er ekki flóknara, sko. En ég sagði með þetta ofta fólk að ég, eins og segi, Sopranos, Six Feet Under, Wire, Game of Thrones, þetta er allt HBO. Já. Og HBO alltaf breytir svolítið sínum tíma. Rétt, já. Og ég sem þú sagt um fólk, það er með eitthvað nýja þetta, ertu búin að sjá Suits, ertu búin að sjá þetta, og ég bara svona, þú veist að ég hef
og það hljóma svona hrókafullt, Já. en ég er svona sagt bara, ég hef lítinn tíma fyrir það sem kallast Network TV, Já, að þeir eru að skrifa auðlýsingalög. akkurat. Og mér finnst Já. að vera pínu úrelt. Já, Því að til dæmis Sopranos, þegar það er sýnt á HBO, það er engin auðlýsingalög á milli. Nei, akkurat. Þess það er á undan þættinum og eftir Það er bara þáttinn, heild. en þú fyrir heild. Já, Og handriðsöfundur á að tala það, þeir Já. skrifa öðruvísi. já. Auðvitað. Annars ertu með þetta í þessum 3 bútum, þú veist, þú ert alltaf með 20 myndir auglýsingar. Þá virkar þetta svo skriptið. Já, það gerist, sko. En ég held líka, sko, að jú, sko, það er eitt sem að ég er að hugsa sem er líklega, tengist þessu bindstæmöllu, að þú veist, sko, þú kannski leyfir þér að vera með svolítið svona, þú veist, meira flæði á milli þátta, þar að segja, þú veist að starta einhverju sögu í öðrum þætti, þú leysir hann í 5. Þetta er svona kannski aðeins meira, styrir ekki bara, það leysir ekki allt sem þarf að leysast í 1. þætti, en svo sem það er heldur ekkit góð regla, þú veist, auðvitað á að vera flow í svo svona. Já. En þú getur kannski aðeins svona leftir eitthvað meira að, þú veist, svona, já, svona flæði milli þátta. Ég veit það ekki. Ég er svolítið í því að hver þáttur sé svona pínu, þú veist. Þetta sé ákveðin byrjun og endir í hvernig þetta er. Já, ekkert eitthvað dramatíst, en svona að einhver leiti, þú veist, þú svona sért sirka með. En ég er ógeðslega hrifin af því líka að sé þannig flæði í seríuna, þú veist, þú ert að gefa upp bolta í öðrum þætti og svo leysir hann í 4. og svo gefur upp bolta annars þær í öðrum þætti og leysir hann í 8. og svo ert að tísa þar inn á milli og allt svona, skilur. Það er þetta long form storytelling. Já. Sem myndi ég segja. Já. Af því þú ert ekki að gera stand-on á þætti. Akkurat, þú færir svo mikið tíma til að, þú veist, gera þetta allt, skilur. Þetta er ekki eins og Law and Order eða eitthvað. Einmitt. Það sem svona mál, Já. Svo bara 45 mínútur að leysa það. Já, einmitt. Svo bara ekki næsta þáttur, þú sem áhorfandi getur byrjað á þætti 7. Akkurat. Já, hvað finnst þér svoleiðis? Sko, ég var nú mikill Law and Order fan í gamla dag, ég elskaði CSI. Nei, já, guðlast. Nei, en þú veist, það bara, sko, það sem ég elska við þennan bransa er að, þú veist, allt er með sín sérkenni og ég elska hluti sem vita hvað þeir eru og er ekki að reyna að vera neitt annað. Ég skilji. Law and Order, þeir vita nákvæmlega hvað þau eru, hvað þau eru að gera, fyrir hverju þau eru að keitera. Þau eru ekki að reyna að vera eitthvað ógeðslega listræn eða breyta sjónvarpssögunni eða eitthvað. Þau eru bara að fara inn í bara grjótart þekkt form, þú veist, gefa upp bolta á mínútu 1, loka málinu, þú veist, á mínútu 35 og bara þú veist nákvæmlega hvað gerir, skilur. Og þú getur verið á hótelherbyggi í Japan og þú dettur inn í, þú veist, og þú bara, já, skilur, þetta er bara svona ógeðslega fast form. En er þetta úrelt? Er þetta gamaldags? Ég veit, þú veist, ég er ekkert að fara að skrifa þetta, en ég myndi bara, þú veist, sko, það sem er vel gert, það verður aldrei úrelt. Já, þú meina bara að þetta er vel gert, þá er þetta vel gert, hvað sem það er. Þá er það bara gæði. Þú veist, ég er miklu meira þar, skilur. En fyrir því persónulega, bara hvort þið skemmtilega að horfa á í þessu í dag? Svona long form, einsag og þarft að sjá alla þættina, eða bara eitthvað svona, ég get gripið inn í einn og einn þátt í... Sko, fyrir náttúrulega svolítið svona eftir skapinu sem er í, skilur, stundur langar mann í steik og stundur langar mann bara að panta sér pítsu, skilur. En þú veist, eins og bara, þú veist, þetta, að því var að tala um Mare of Easttown daginn, sem ég horfði á það bara, ég var alveg bara svona blown away, mér fannst bara Kate Winslet bara ógeðslega góð, mér fannst handritið ógeðslega gott, þetta var svona vel gert, það var svona næmni og gæði og ógeðslega sterkt og þú veist, það er svo, veistu, það er ekki til betri tilfinning heldur en að þú veist, annarkvort þú ert að horfa á svo skemmtilega þátt að þú hleypur heimtegin og bara þú veist, setur henni í gang, þú veist, í alveg þetta er uppáhaldstilfinningi mín sko í öllum heiminum. Hún er mjög góð. Og já, og svo þú veist bara, þú veist, að þegar þátturinn klárast, þú bara wow, þetta var bara geðveikt. Maður verður svo þakklátur, en svo upplifir maður sko aðskilnaða kvíða því að maður er ekki að fara að sjá þetta fólk aftur, skilur. En þú hlýtur að fá eitthvað svona, hvað ég segja, kunna með þetta ekstra að þú ert líka búin að vera hinum yfir borðið. Já. Þú veist hvað þetta er erfitt. Já, örugglega, en á sama tíma fyllist maður bara svo gríðarlegu vonleysi, að því þú veist, maður sér hvernig besta stöffið er og maður er bara svona, ég er aldrei að ná þessu. Ég get ekki keppt við þetta. Já, bara þú veist,
oh my god, standardin, þú veist, hvað er ég að gera við lífið mitt, skilur? En ég held hvað er ég að gera með lífið mitt? En eins og með það, eins og mér á Feastan, þó ég hef ekki séð þá þetta, þá veit ég þetta er HBO þettir. Já. Það stela hringi mig þegar þú ert búin að sjá það. Já, ég veistu það, þetta er næstu dagskrá mér, því að Ragnar Bragason talaði svo mikið þætti, og hann talaði Vincent væri geðveik í þessu þáttum. Nei, bara eitthvað annað, sko. Og hún er líka hefur eina af mínum uppáhaldsleikonum í svolítið mörg ár. Já. Veistu, rosalega áhugaðleikona. Já. Og hún tekur alls konar sénsa og gera alls konar myndir og þætti og svona. Já. Þannig því ég heyrði að hún er aldrei HBO, þetta er eitthvað svona, hún er löggað ekki? Jú, í bara svona pínu litlum bæ og það sem mér var svo ótrúlega gaman að því varst eitthvað að spyrja þú veist, er þetta úrælt og eitthvað svona, þú veist, það sem maður sér samt aðeins þarna, eða er hægt að tala um eitthvað trend og eitthvað svona, mér finnst að við ættum bara að tala um, þú veist, bara gæði, er þetta gæði í því sem að þetta eru að reyna að gera, skilur, það eru, þú veist, það eru til svo milljón útfærslur á sjónvarpsefni, þú veist, þú verður bara svona að taka hvert case fyrir sig og skoða bara, þú veist, hvert er markmið hjá þessum þætti, er hann að ná því, ok, þú veist, og bara svona tala eins case by case, skilur, en hérna, það sem maður sér samt í þessu er að þetta er ofbúslega grounded, þú veist, þetta er bara, mér líður bara eins og Kate búi í næsta húsi við mig, þetta er ekki eitthvað hérna, eitthvað svona, þú veist, all up, skilur, alls ekki, hún bara bætti helling á sig fyrir þetta hlutverk og við sjáum bara rót og hún er bara mamma í einhverjum lífæskalbuxum og hleypur ekkert rosalega hratt og bara í einhverjum hallærslegum gönguskóm og mér fannst hún svo jarðtengt, það fannst mér gaman, ég hugsaði kannski það eitthvað element sem að, þú veist, við viljum fá, þú veist, í dag, skilur, ég er ekkert með eitthvað önnu dæmi kannski til að styðja þetta en svona Mér er að minna svona gloss, minna glossi við erum vön ákveðinni svona glansmynd og það getur líka verið rosa gaman og allt það, skilur, að sjá eitthvað svona fullkomin fólk á skjánum, en þú veist, þetta var bara ekki það. En verður það ekki líka leiðilegt til lengdar, þess að fullkomin fólk, að því það er ekki til? Já, þá er ég að meina svona útlitslega fullkomin fólk. Ég meina bara svona ekstra fallegt. Já, og svona allir svona ótrúlega vel til hafður og svona. En Ragnar kom með heldur góðan punkt, Ragnar Bragason, hann var að tala um munin á Kate Winslet í Mare of Easttown og Nicole Kidman í þáttusett af The Undoing. Einmitt. Og hann talaði að þetta eru báða frábæra leikonur. En honum fannst, hann sagði hégómi er verstu óvinur leikarans. Akkurat. Hann var að tala um að Kate Winslet, þar var hégómin ekki að flækjast fyrir henni, en solti hún Kidman, því hún var alltaf, eins og þú talar, hún var alltaf svona bara geggja hár, flott föt. Þetta var eins og svona tískusýning. Ég var ekki hrifin af þeim þáttum. Ég hafði rosalega háar væntingar. Ég bara, oh my god, bara Nicole Kidman og Hugh Grant, bara hvað er að gerast, bara, þú veist, stöðið prentvélarnar, bara ég er að horfa á þetta, bara næstu kvöld. Voru þetta vonbrigði? Já. Af hverju? Rosa vonbrigði. Svo fyrir ég alveg bara lendi í einhverjum rifrildum fólk sem fannst það gott og bara, nei, þetta var bara ekki gott. Ég bara, þú veist, I didn't feel it. Þú veist, mér fannst þau bara hvorugt einhvern veginn vera einhvern veginn game þarna. Þú veist, já, ég bara, þetta náði mér ekki. Fannst þið sagan bara ekki áhugaverða? Jú, mér fannst þetta bara eitthvað þvingað og þú veist, ég keypti ekki þetta ofbeldi samband þeirra. Þú veist, mér fannst þetta bara alltaf eitthvað svona, já, ég get bara því mér ekki verið eitthvað nákvæmlega með það, ég bara, I didn't feel it. Þú varst ekki feel það? Nei, og ég svona, og þú veist, ég bara svona, ég var ekki að, þú veist, ég bara, já, vantaði eitthvað tengingu, þú veist. En þá vil ég líka spyrja það, því að ég nokkuð svo Undoing sé míniserja. Já. Og ég er ekki meira á Vístan míniserja, veistu það? Jú, ég held það. Þetta hafi bara verið þessir, þú veist, 5 eða 6 þættir og svo setja bara búið spil, skilur. Hvað finnst þú það til dæmis? Hvernig fyrir þú míniserjur versus eitthvað svona ongoing, það sem er kannski 6-7 seríur? Sko, já, mér finnst þetta bara, mér finnst þetta í rauninni bara bæði betra sama á. Bara það er gæði, þá er það gæði. Já, í rauninni. Og líka bara, þú veist, kannski hendar það sögunni að hafa þetta míniserju, skilur. Það hendar ekkert öllum sögum og öllum karakterum að fara í eitthvað svakalegt long game, skilur. Sumt á bara að vera stutt, laggott, klárum þess að sögu hér, frábært, förum að gera eitthvað annað, skilur. Algjörlega. Mér ég held að það sé mjög erfitt að setja eitthvað svona, ég fíla alltaf long game, en svo kemur kannski bara einhver frábærlega vel gerð míniserja sem bara svona, einmitt eins og ég var að tala um á hann, svona veit hvað hún er, þú veist, er ekki reyna að vera neitt annað, skilur, og bara svona, þú veist, fer inn í það form að því það form henda sögunni, þá er hún bara sögð ótrúlega vel í gegnum það, þá bara, þú veist, þá er það bara geggjað, sko. Því það er alveg oft sem að,
serjur, eða ef þetta eru 6-7 serjur, Já, rosa erfitt að halda Ég gæðum, veit. sko. heldur betur. Mér finnst nefnilega, og ég elskaði sko Lost, ég veit ekki hvert þú í Lost, ertu Lost maður? Ég mun verja Lost. En það, Þangað til í deg. já það er einmitt svona serja sem maður, ef maður er í partíum, bara mann og alla hvernig var að fara í partí, en þú veist, þá var maður stundum að lenda svona í rifrildi hvort að Lost var góð serja er ekki, mér finnst bara, ég bara fíla hana. Hvað fórst þú langt? Ég fór alltaf leikallið minn. Já, ok. Og veist, ok, það dalaði þarna. En tölum aðeins hana, því hún var mjög áhugaverð sem serja. Það var Network TV, nú er ég þversögnu sjálf að mig. Nákvæmlega, en það er svo... En það var vel gert, þú tala gæði. En mér fannst það engina, ef ég lendi í ykkur svona, kannski ekki rifrildi, en rökraðum með fólk, sem segir bara þetta var drasl. Mér finnst það eiginlega alltaf fólk sem sá ekki alla seríuna. Já, einmitt. Skilurðu? Já. Það horfði bara fyrstu og bara þeir ná aldrei að halda þessu áfram. Þetta er bara, hvað kjafta þetta? Já. En þá mistur af fannst mér rosa miklu. Algjörlega. Mér fannst svo skemmtilegt að fá, þú veist, ok, þú veist með hana, þetta er góð hugmynd, þetta er gott setup, þú veist, það kemur hana flugvél, hana brotlindir á þessari litlu eyju og allt þetta, skilur. En ok, það er eitt og það er allt mjög áhört og þau takla það vel í fyrsta þættinum og svona. Svo fer það fylgjast með fólkinu og svo fer það fara í baksögurnar á öllum og flashbackinu, ok, þau eru pínu hallarslega, ég horfði mitt á einn þátt í dag, nei, ekki í dag, bara daginn og þá er alveg, já, ok, það er alveg nokkur ár síðan sem flashback voru gerð, skilur, því að flashback eru svo ógeðslega vand með farin 100% þau geta verið svo hættuleg, sko Já. og það er svo erfitt oft að fara inn í það, þú veist, hvernig fyrir við inn í þetta, þú veist, er hann að dreyma, er hann að hugsa mann eftir einhverju könnu, þú veist, þetta er bara ógeðslega, þetta er svo freaking, þetta verður svo mikla klísjur og bara hryllingur, en stundum verður maður að fara inn í þetta, skilur og hérna en mér fannst það svo ógeðslega gaman þá er bara Lost orðin sería fólk, skilur, þegar ert farin að kynnast hérna Kate og Jack og öllum og þú veist, og svo fer það að skilja þau betur þegar þú skilur betur hvaðan þau koma þú veist, þá fer það að sýna þeim kannski meiri, bara samkennd og skilning og fattar betur af hverju taka þessa ákvörðun og svona, þá ertu með þeim og við erum alltaf að leita því bara þú veist, að áhorfandinn sé, þó hann sé ekki samþykja allt sem þú ert að gera, þá bara hann er með þér, hann skilur þig. En þess að fannst mér einmitt Lost virka, að því að þú ert með hann grunnurinn, það backdropið er svaka mystery, eitthvað supernatural dot, en það, fyrir mig skipt það engu máli ef ég er ekki með karaktera. Algjörlega. Og mér fannst Lost aldrei gleyma því. Nei, sammála. Þetta var alveg karakterdrifin saga, algjörlega. Þrátt fyrir að þetta var tekið upp á Hawaii, ógeðslega flottir, kostuðu mikið pening, en ég dýrkaði það, að þú varst með karakterna. Þú tala um Jack, Sawyer, Kate, Locke, þetta er svo vel skilgreindi karakterar. Já, algjörlega. Og ég veit ekki hvort þú fáum aftur seríun svo Lost. Nei, einmitt. Hún var sérstök, sko. Já, hún var mjög sérstök og ég get alveg trúið að þetta hafi verið pínu hard sell, skilur eitthvað svona. Mér finnst líka ótrúlega hún hafi, að hún var vinsæl að það er rosa mikið í henni. Ímyndaðir, það er sci-fi, supernatural, það er tímaflakk, það er hasar, það er horror element, thriller element, mystery element, ástarsögur. Já, svo ertu líka með sko alla heimspekina því að allir karakterarnir heita eftir hérna John Locke og David Hume og allt þetta, skilur og svo ertu með þarna, þú veist náttúrulega bara barðunum milli góðs og ills sem er náttúrulega bara vinsalast á þeim að bara ever. Klassíst. Þú veist, klassíst og svo ertu ferðu alla leið náttúrulega í svolítið síru teik á það þema þarna í lokin að það skákin og þú veist það var orðið svona vorli. Já, og ég veit ekki það, þeir svona síðasta Lost en ekki upp á sér heimil, skilur við. En ég veist að vera þetta var svo svakalegt, þetta var svo skemmtilegt ferðalag. Já, sammála. One hell of a ride, maður. Mér fannst það. Þau fóru með manni alveg bara, Og það var svo spennandi, horfa á Lost. Já. Og svona season finales. Mér finnst enginn hann á topp á Lost. Af því þegar serien voru að enda, bara endurinn á fyrstu sísunni, opna the hatch, fara niður, svo bara búm, þú bara, hvað er það onni, skilur þú? Alla seriðan endur sjúklega spennandi. Já. Einmitt, þetta hélt manni alveg, sko. Rosalega. Já, ég fór alveg alla leið með þetta. En má ég spyrja hérna, því þú varst að tala um hérna svona enda og svona, hvernig, ert þú Game of Thrones maður? Já, eða þú veist, já. Má ég fara nánar út í það? Já, svona, það er sko smá hík. Já. En mér veist þú klúður þessu.
Já. í lokin. Já. En fyrstu 5-6 seríunar, þær eru helviti góða. Já, maður. sammála. En þetta var alltaf röst í lokin. Sko. Já, það var náttúrulega ekki bók til að fara eftir. Nei, og mér Bara fannst hlutaði. þetta bara verið þreyttir. Já, þau mistu boltan hann í lokin. Það var að gerast dót í þessu. Þú kláraði þetta. Já. En ég var fyrir miklu vonbrigðum með síðustu seríuna, sko. Ég líka. Já. En stór ástæð, því sumur var bara að byrja, er allt í nöðu Daenerys og einhver psycho og eitthvað svona. Já. En það er alveg búið að sá fræjum fyrir því. Já. En þetta á ekki að gerast bara nú leitt. Akkurat, já. Einmitt. Það svona töpuðust einhver svona rosalega mikilvæg element, þú veist. En það er líka, þú veist, það getur verið svo erfitt að því vorum, þú veist, tala á hann, þú veist, hvenær ertu að gefa nóg en ekki mikið og allt þetta, skilur. Það er líka svo, það er líka svo sko, nei, þetta er bara, þú veist, hvernig, þú veist, matreiðuru réttin, sko. Þú veist, þú veist, hvenær ertu búin að undirbyggja nóg og hvað máttu þá fara hratt í þennan kapla og allt þetta, skilur. Svo rosalega mikið svona nákvæmnis vinna, skilur. Og sko, það er líka bara svo oft sem að seríur veit ekki hvað fólk fílar við þær, skilur. Það er góða punktur. Veistu hvað við? Það er mjög góða punktur. Þú veist, það er bara svona áhörvendur dyrka, þú veist, slow pace-ið og það sem ég dyrka alltaf við Game of Thrones var alltaf, þú veist, mér varst build-upi var alltaf í þessa átt, bara allan þáttinn og alla seríuna og svo kom lokapunkturinn og þá sneru þeir, þú veist, í 180 gráður, skilur. 180 gráður, er það ekki? Já, eða þú veist, tók bara uppi. Já. 180, það er alveg helmingurinn. Já, nákvæmlega. Já, bara svona uppi. Já. Það var máli bara, ok, þetta er að fyrir þess átt, svo bara, sneri og bara hausnum hann stundu bara, what? Þú veist, það bara brakaði í öllum, og bara, byrju, hvað? En þetta átt að gerast. Þá voru þeir svona leika sem með því maður er svo vanur því að fá happy ending, eða fá Disney ending, eða fá það sem hefur verið að builda upp í, skilur. En svo, sneru þeir á mann, sem ég fannst algjörlega brilliant. Og það fannst mér svona eitt að besta góða og líka eins og þú ert að segja, þú veist, þarna þessi solid, steady undirbygging, þú veist, svona hægt og rólega, skilur. Það var Game of Thrones. Já, og þegar þú ferð að fokki í því, þá ertu farin að fokki bara, þú veist. Formúlunni? Já, formúlunni. Fyrir Game of Thrones. Það gerði þessu til lókin. Þegar þú varst kannski með í fyrstu séránum, það segir eitthvað gæja, ég þarf að fara í þessa borg. Það tók kannski 3 þætti. Já. En í síðsögunni, þá eru bara hlaupið það bara í einu þætti. Komin þangað í næstu senu. Þetta er bara ekkert í lagi. En þú veist, mér fannst það bara ekkert vera Game of Thrones. Nei, akkurat. Já, það var eitthvað rosa mörg element sem breyttust þarna og það var líka eitthvað breytingar í höfundarbygginu og þau var ekki með bók eftir hann George R.R. Martin. Hann var ekki búin að skrifa hana og eitthvað svona. Þannig að þú veist, þetta er svona, já, þetta er delicate. Þetta er delicate. Ég er búin að hugsa mikið þetta því ég dýrkaði Game of Thrones og áður að sér að koma út þá hugsaði mér, ef þið ná lendingunni þá getur þetta orðið bara bestu þættir sem það gerðir, sko. Þetta var svo epískt, ekki karakterar, ógeðslega flotti karakterar, spennandi og worldbuilding í svo þáttu var bara brjálað. Allt geggjað. Magnað. Það sem ég hef viljað sjá að gera og ég er með kenningu, þetta voru 2 gaurar sem voru showrunners. Það er alltaf gríðalega erfitt. Ég las eitt bók showrunners og eins og út í Bandaríkjunum. Þetta er svo erfitt starf. Og þú ert basically bara þetta 24/7 job. Algjörlega. Þeir sögðu mig til í viðtali, ég var hans talandi í podcastinu. Þeir voru spurðið hvað ætlaði að gera þegar Game of Thrones er búið. Þetta var þegar voru í seríu 3 eða eitthvað. Þeir sögðu báður við ætlum að fara að sofa. Skilur, þetta var bara svo crazy. Tekið upp mörgum löndum. Það sem ég vil að sjá gerast. Mér veist ég sjá bara þeir eru bara þreyttir. Það er ekki lengur með bækur. Hörru, við þurfum að klára þetta. Því HBO vildi ekki hætta. Nei, ég hef viljað sjá þá stíga til hliðar og fá annan showrunner. Einhvern úr tíminu. En ég held að það veri Ego sem var þeim falli. Þetta er mín kenning. Þetta er okkar barn. Við verðum að klára þetta. Þetta klárum við þetta, við erum með reynsluna og þekkingur og allt, skilur. Mér finnst verkið líða fyrir það. En það ég meina, ég er engin mannskja til að þræta fyrir þessa kenningu, ég held að það sé bara alveg mikið til í þessu, en það er bara svo erfitt að vita, þú veist, mómentið bara hvenar er rétta mómentið að skipta öll út. Það er líka ógeðslega riski ákvörðun, skilur. Algjörlega. Ef þú veist, búin að vera með bara mest successful TV-seríu bara okkar tíma, eða þú veist, þannig,
eina af þeim. Já, hún var risastór. Og þú ert eitthvað svona, herri, við erum fyrir lókseríun, herri, já, ég ætla að breyta öllu hérna showrunnernum og allt skilur, þú veist, það er alveg, það hefði líka alveg verið mjög umdelt og ef að seríun hefði klúðrast með nýtt fólk í brúnni, þá væri einhver að sitja núna, já, ég meina, þeir hana Davidoff og þeir hefði bara átt að taka þetta og... Já, hvað var þeir að stíga frá? Ég ger mig fulla grein fyrir því. Já, en þetta er bara svo, en bara þetta er bara svo, hérna, flókið og svona, þú veist, þú ert að vita svo mikið, þú veist, það þarf svo mikið innsæi í þetta. Já. Þú veist, hver er rétti maðurinn, þú veist, ert þú í góðu standi til að gera þetta allt, skilur, hvernig erum við að dansa, skilur? Þetta var bara svo sorglegt, þetta var svo svakalega vel gert. Já, ég veit það. Ógeðslega, hérna, leiðinlegt að þetta hafi ekki náð að klára með bara smellirum sem þetta átti skilið, sko. Já. En hérna, já, það misti boltan á það. Algjörlega, ég fekk með Timmin Gísla Einarsson sem á Nexus búðina. Já. Hann talaði með að þegar Game of Thrones kom út, svona síðustu 2 seríuna, þegar bara síðustu 2 voru ekki vel liðnar fólki. Já. Hann sagði að þær hefði bara eyðilagt eða bara brandið, sko. Já, ok. Bara svo bókasölu og allt þetta bara búm. Já. Það var svo mikið í húfi. Þetta var svo stór sería. Já, ekki smá. Þetta var vinsælt út í Bandaríkjunum, Íslandi, Japan, þú veist, whatever. Það er, eins og þú sagði, stærsta sería okkar tíma. Ég held að það sé bara staðreind, sko. Já. Hvaða sería stærri? Nákvæmlega og líka einmitt, þú veist, það sem mér var svo rosalega aðdánuvert við þessa seríu er þetta einmitt eins og tala world building. Þú veist, bara svona þvílíkur sköpunar kraftur og sköpunar gleði. Þú veist, að byggja þennan heim, þú veist, með öllum þessum svæðum og mér finnst það bara svo innilega eitthvað til að bara taka hatt minn ofan, bara, þú veist, þetta er bara rosalegt, sko. Þeir bara náðu einhvern veginn öllu. Jú, það er alveg klaufalegt dót eins og í fyrstu séríunum sem þeir voru gagnandi fyrir. Þeir voru oft með svona exposition-atri, það var eitthvað kynlífsatri, þeir voru að spice it eitthvað upp, eitthvað. Já. Ég veit ekki hvort það mannst eftir þessu. Jú, maður mann eftir þessari umræði sérstaklega, einmitt. Já, og það var eitthvað svona kynlífsatri og þá var Littlefinger eitthvað, þegar hann var með vændishús, þá var hann að segja okkur eitthvað sem við þurftum að vita. Það var svona, svona köplum kjánlegt, sko. Já, en bara, þú veist, Hildar, ef við glemma aðeins í sinni, þetta var svo svakalt verð. Já. Ég hef rosa gaman af svona, hvað segir maður, svona, eitthvað svona heimum, eða skilum, ég finnst það oft rosalega skemmtilegt, bara svona eins og þú veist. Fantasíu, eða? Já, svona, bara eitthvað svona, þú veist, Lord of the Rings, eða Star Wars og Harry Potter og svona, mér finnst svo gaman, mér finnst þetta svo fascinating að það gerist í hausnum á einhverju mannesku og svona heimur, bara svona stór heimur, bara þennjist einhvern veginn út og svo er þetta að setja á eitthvað blað og svo er þetta bara skotið og maður bara, mér finnst þetta bara magnað. Ég meina, ég myndi þessu fyrir þig, þetta er vantilega að vera risastórt fyrir því að sjá systramenn bara eitthvað í sjónvarpinu og ég myndar það að verið allur heimurinn. Ég bara, hefði hort á það, skilja. Já, maður verður samt svo svona, maður heldur alltaf að maður muni búast, eða sko bregðast öðruvísi við, skilur, að þetta er eitthvað svona, þetta er svona eitt af mínum stóru markmiðum í lífinu, bara svona að hafa náða að afreka þetta, það er bara, ég er mjög stolt að því og allt það, skilur, og hérna, en á samt á sama tíma þetta, þú veist, þú heldur alltaf að þú verður einhvern veginn öðruvísi gagnvart í. Svo emma bara eitthvað, þú veist, lítill og bara feiminn og þú veist. Meinar það þá, hvernig þá meinar? Meinar það eftir að tala um þegar fólk er búið að sjá verkið eða? Já, og bara svona, þú veist, þú heldur að þarna bara munur standa á klettinu bara, ég er ósigrandi, skilur. Já. Ég bara ná einhverjum svona geggjum markmið, skilur. En svo bara einhvern veginn, þú veist, kemur þetta og þú veist bara eitthvað svona, það er bara fullt af fólki búið að sjá þetta, ok, bara eitthvað, hvað hérna, og svo bara, þú veist, ertu náttúrulega að býða til gagnrýni og þú veist, alls konar fólk að tala um þetta og svona, þú veist. Hvernig tekur þú svoleiðis? Sko, ég er nú orðin talsveit betri í því. Þú veist, maður svona þarf eiginlega svona þarna átt að segja á því að þetta er bara hluti af bransanum og þú ætlar að vera í þessum bransa, þá eru verk þín að því eins og ég var að tala um á hann, sjónvarpið er frekur miðill eða bara svona ágengur miðill að því leitunum til að þú veist, það er bara look at me, hæ, ég er hérna, viltu ekki horfa á það sem ég var að gera? Bara svona badd sem bara eitthvað svona, þú veist, eitthvað sjáðu, lita mynd þetta, þú voru að horfa á hana, þú veist, já, þetta er búið flott hjá þér, og þú veist, þetta er svona, þú veist að krefjast tíma og athygli og svona, þannig að hérna, það er svona, þú veist, það er ekkert alltaf góð tilfinning, skilur, stundur langar mig bara að vera hérna
bókhaldarinn hérna í KPMG sem bara svona vinnur störf sín svona Já, ég skil veistu, þú veist það er svona þú ert svolítið með svona þitt dótegnið svona fyrir framan alla og hérna Bestskjöldu? Já, einhver leiti skilur, já Þitt áttu part af þessu sköpunverki? Já, nákvæmlega og svo bara þú veist, svo náttúrulega það alltaf eitthvað gagnrýnivert og það alltaf einhver dialógur sem einhverjum finnst ömulegur, talar engin svona bla 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 skilur en það er svona, maður bara svona lærir að bara, herðu, ég elska skoðanir og skoðanaskipti og þetta frjálsland, allir hafa rétt að segja það sem þeim finnst, málfrelsi er mjög mikilvægt, tjáningafrelsi ekki síður, þannig að bara endilega bara segið allt skiluru og hérna ég svona mun hlusta á eitthvað af því og svona reyna að læra af því, en svo er bara sumt sem að bara svona, þú veist, það er líka, tekur ekkert inn sko. Nei, ímyndaði líka bara bestu mynd sem þú hefur séð, bestu sjónvarpsseríu. Þetta er fullt af fólki sem finnst það drasl. Já, algjörlega. Það er ekki til neitt sem allir fíla. Já, nákvæmlega. Maður þarf svolítið bara svona, þú veist, þú ert aldrei að fara að, þú veist, gera eitthvað sem allir fíla og eitthvað svona og bara það er bara svolítið bara svona að eitthvað svona já, þú veist, og sérstaklega þegar maður, þú veist, að ég er verið svona í sjónvarpinu líka á RÚV og svona, þá er bara mjög mikið af fólki sem hefur bara skoðun á því, þú veist, bara hvernig varliturinn þinn er og hvernig hárið þér er og finnst ég tala allt of hátt og eitthvað svona bla 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 og þú veist, það er þá bara þannig skilur, ég get ekki þú veist, það bara er það bara já, þetta er svolítið að taka það attitút á það, sko. Og bara, mér er saman með álitanara. Já, sko, saman tíma þá náttúrulega má maður ekki dett í hrókan, það er oft hægt að læra helling af, þú veist, maður læri náttúrulega mest af gagnrýni, en hún þarf þá að vera góð og uppbyggileg og eitthvað svona, hérna, já, þannig framsett að það sé þú veist, bara hérna áhugi og kærleikur á bakvið, skilur að svo er líka bara fullt af fólk sem dyrkar að drulla yfir aðra dyrkar að drulla yfir íslenskt efni, dyrkar að drulla yfir, þú veist, hvað þeir eru að gera og allt þetta, skilur þannig að maður þarf svolítið svona sigla á milli, skilur Mér finnst ekki alveg munur á því, þetta er rétt sér það er rétt þessu skoðun en það munur á uppbyggilegri gagnrýni versus bara eitthvað, þetta er drasl af hverju þetta drasl? Þetta er bara leðilegt Já, einmitt. Ég þoli það ekki. Hvað þýðir það? Já, að ég hef í alvörinni áhuga á, þú veist, fannst þið systrabönd drasl, af hverju? Þú veist, hvar hætti það að ná þér? Þú veist, þá er ég bara að læra. Fannst þér þess að, ég var búin að hugsa öðruvísi, herðu áhugavert og segja þetta. Þá maður alveg þegar næstum maður fyrir í höfundaherbyggi, bara herðu, svona áhugaveru punktur en að pælinga að skoða þetta, eitthvað skilur. Sumt getur maður nýtt sér. Það sem er uppbyggilegt, þá verður maður betri í sínu starfi og það er gott fyrir alla, skilur. Ég meina þú er að geta að tekið gagnrýni, það er að búa eitthvað til eins og bara ég mynda podcast, ef eitthvað gagnrýni það, ég þarf ekki að tekið því líka skilur, en það er eins og segið, það er munur hvernig þú segir það en það er, þú veist, eins og bara í gegnum svona skrifferli, mér fannst það alveg erfiðara því ég var að byrja í svona, þú veist, að það er eins og ég var að segja, þú veist mér finnst handritagerð vera endurskrif skilurðu, og það felur í sér að þú ert alltaf að þú veist, komið nýtt draft á efninu, láta fullt af fólki lesa, leikstjóra framleiðslu, deildina og allt þetta, skilurðu, og þú ert að fá milljón athugasemdir allan tíman, skilurðu þannig að þú ert bara svona, þú þarft að vera svona, og það eru svona góða gagnrýnin að því leiturinn til að þú veist, þarna er bara fólk sem hefur sömu hagsmuni og þú að láta þessa seríu verða geggjaða. Nákvæmlega. Og þá er svo það er skemmtilegi gagnrýni díalógurinn, skilur þú veist, að þarna er bara einmitt fólk sem er umhugað að þetta verði geggjastöf, sko. En þarna er fólk ekki þarna er takmark ekki að rífa niður, það er að setja á harrastall. Já, setja á harrastall og saman að gera eitthvað neginn betra verk, skilur. En það sem er verst, finnst mér, er að vera, þú veist, þegar þú skilur einn handriti og þú veist sirka hvað er að því, þú veist bara ekki hvernig þú átt að laga það, skilur. Þú veist alveg bara svona, þú veist, jú, þetta er of, þú veist, þetta er heitt, en bara, ég bara sé ekki lausnina. Skilur þá er fínt að fá önnur augu þá er fínt að fá önnur augu og þá fer maður bara í dialógin og þá komustu bara í sammenningu að því og reynum að uppa leikinn, skilur en þetta getur verið svona, þú veist að því vorum að tala um þú veist, hvernig gerur geðveika senu eða geðveika seríu, það er bara þrautin þingri, sko það er bara drullu erfitt og það bara, þú veist, en það er skemmtilegt og erfitt, skilur þannig að en þetta er óttalegt móð þú veist, og þetta er fram og tilbaka og þú veist Ég verð að spyrja, við erum búin að tala í ágætis tíma, þetta er bara ógeðslega gaman. Já, vá. Bara smá í lokin. Já. Bara smá. Já.
að þetta er bíóblæður. Já. Við erum alltaf mest búin að tala um sjónvarseríur sem er í góðu lagi. En ég verð að spyrja því þú talar eins og Harry Potter og Star Wars og svona stórar seríur, kvikmyndaseríur. Með bíómyndir. Er þetta bara 90% horror á sjónvarsefni? Ertu líka í bíómyndum? Já, ég er alveg jafn mikið í bíómyndum. Mér finnst það mjög gaman. Þið finnst það form skemmtilegt líka? Algjörlega. Bara 100 mínútur? Algjörlega. Og veistu eins og þegar Riff hefur verið í gangi og svona, og nú aðeins öðruvísi í fyrra, en þá fannst mér eitt af uppáhaldið mitt á Riff var stuttmyndaprogrammið. Mér finnst það ofta ógeðslega skemmtilegt. Þá ertu bara með rosalega knappt form, bara eitthvað 15-20 mínútur og bara þá getur þú komið bara einni pælinga hvernig þetta skila. En mér finnst kvikmyndaformi bara ógeðslega skemmtilegt. Og bara ég elska fyrir bíó og elska, þú veist, mér finnst, og það hefur náttúrulega alveg svolítið verið fjallað það og skrifað það, þú veist að sjónvarpsmiðillinn hafi aðeins tekið fram úr núna, það var náttúrulega ekki þannig, skilurðu, en það hefur eitthvað gerst núna og mér finnst ég því miður sjá færri og færri góðar original kvikmyndir. Það er mikið af endurgerðum, það er mikið af mynd 5, 6, 7 og 8 og þú veist, ég veit ekki hvað það er. Þú veist, hvort það bara, já. Það er svo leiðilegt. I don't know, já. Mér finnst það pínu leiðilegt, sko, en ég nefnilega, minn áratugur í kvikmyndum er 9, sko, 90s myndir. Það var bara, já, hvað var í gangi? Eitthvað geggjað. Bara svona tight handrit, geðveiki karakterar, góð leikarar, vel peysara, geggjaði leikstjórar, þú veist, ég horfði á As Good As It Gets sem var komin á Netflix daginn, ég bara, hún er svo geðveik. Þú færði ekkert svona mynd í dag? Nei, þú færði ekki svona mynd í dag. Svo horfðum við, sko, ég og kærastan minn horfum á As Good As It Gets og vorum bæði bara, þetta er svo frábær mynd. Þú sá hana 97 eða eitthvað, þegar 99 þegar hún kemur út og við vorum með mynd bara, þú veist, hvað er þetta? Þú veist, bara, þetta er svo einföld saga. Bara einföld saga. Mjög einföld, já. Bara einhverjir 3 karakterar, allir að hafa áhrif á okkur aðra, þú veist, það breytir lífið þínu að passa hund. Þetta er svo einfalt en samt svo geðveitt og náttúrulega Jack Nicholson er bara stórkostlegur maður. Þú veist, ok, við horfum á hana As Good As It Gets, alveg stórkostleg mynd, myndir ekki fá hana í dag, beint í Scarface, sem er geggjuð mynd, sem er stórkostleg mynd. Og ég var bara, herðu, hérna er önnur 90s mynd. Nei, hún er 80. Nei, hún er aðeins eldri. Já, ok, hún er aðeins eldri. En hún er samt geðveik mynd. Nei, hún er bara rugl. Hún er bara frábær. Alltaf 80 og 90s, þetta er bara... Já, þetta er svona 8 og 9, þar ertu bara með svona, og ég bara, þú veist, þær er allar í þessu first act, third act, þú veist, allavega svona, Scarface er rosa struktúrur þar, það er bara setupið, svo hækkar í steikunum og svo fer í third actið, skilju, allt svona bara læst inn og bara svona... Það virkar. Svínvirkar. Alveg bara dúndur, sko. Og báðar þessar myndir og maður velti því fyrir sér, hvers vegna, af hverju er þetta horfið? Ég er alltaf búin að pæla, ég er ekki nörd. Já, með svarið. Ég er ekki með svarið, ég er með kenningu. Okay. Þess að ég held að það er bara skeið, að það er ekki tilvílun að leið og bíómyndir fara að droppa í gæðum, það er eitthvað sjónvarp. Já. Handritshöfundar fóru bara þangað. Já, fóru bara þangað. Og það er alltaf að tala að bíómyndir, það er leikstjóramiðill. En sjónvarp, það er handritshöfundurinn, hann er kongur þar. Já. Það er sem þeir bara pæla, fóru ekki bara talentið frekar í sjónvarp og líka bara svo margir tölvuleikir í dag, flottir svona single player, story-driven tölvuleikir, kannski frábær saga. Manneskja sem skrifaði þá sögu fyrir 30 árum eða eitthvað, 20 árum, hefðu hún verið frekar að skrifa bíómynd? Skilurðu? Þetta talentpúlið er ekki endalaust. Nei. Fattarðu? Akkurat. Og þessum Hollywood, þeir virðast vera rosa mikið í dag, bara sem þú segir, endurgerðir, framhaldsmyndir, gerum bara eitthvað spin-off af Harry Potter. Harry Potter var vinsælt, gerum eitthvað spin-off af því. Þeir eru ekki að taka neina sjensa. Nei. Og þetta fara að snúa svo mikið bara eitthvað tæknibrellur og eitthvað sprengingar. Hvar er einmitt As Good As It Gets? Forrest Gump. Já, akkurat. Eitthvað svona myndir. Akkurat. Þetta eru Hollywoodmyndir. Já, ég veit, þetta eru bara svona stórkostlegar, svona mannbreytandi myndir. Góðar sögur. Og bara einhvern veginn, þú veist, bara með dialogurinn og senurnar og þú veist, allt bara svínvirkar. Já. En ég dyrka þetta tímabil og bara einmitt, þú veist, ég er bara svona, og bara svona einmitt leikarnir þarna, þú veist, Philip Seymour Hoffman, þú veist, bara allt þetta fólk bara,
nefni hann bara einna bara ógeðslega mörgum en það var bara eitthvað í vatninu. Ég held líka að ég aðstæðandi podcastum, ég held líka að þetta var hitt einhvern veginn, að ég múið að pæla svo ógeðslega mikið í þessu, ég svo mikið 90s-skur, elska þessar myndir. Ég held líka að þetta hafi hitt akkurat þannig á að þessu tímabili þá var tæknin orðin nógu góð. Hvort það kvikmyndataka eða klipping eða allt sem snýr að einhvers konar svona útlitið að tækni. Hún var það góð en ekki ofgóð að þeir getur treyst á það. Bara eitthvað svona tölvubrellur. Tölvu gerum þetta bara. Þannig að þeir þurftu líka að treysta á handrit. Þau þurftu að vera solid. Og þeir treystu líka svolítið á star power, svona stjörnum í leikurum. Það dautt í dag. Í alvegni, þetta bara orðið bara ný Marvel-mynd. Skiptir einhver margur leikur í henni. Já. En svo líka, þú veist, á móti kemur, þá náttúrulega, þú veist, bara heimurinn alltaf að breytast og við alltaf að breytast og samfélag alltaf að þróast, þannig að þú veist, maður má ekki verið í einhverju nostalgíu og svona, en mikið væri gaman að fara á góða mynd í bíó og, þú veist, gott handrit og eitthvað svona, ég fór á til dæmis svona Old daginn í bíó. Nei, það var ég er búin að sjá það. Ok, já, það eru 100 myndir sem ég fæ ekki eftir. Hvað varstu betri, því þú var saman gaur? Hvað varstu betri, Old eða Sixth Sense? Já, Sixth Sense, ertu að grínast? Þetta er líka djókspurning. Já, gerði hann ekki líka hann að Signs, þessi gæi? Nei, hvað gerðist með þetta handrit? Ég bara, hvað rugl var í gangi? Ég var næstu í gengin út. Ég fannst þetta ekki komið. Nei. Vægtulorð ekki. Já. En þessum þangur, hvað gerðist? Hvað gerðist? Ég veit það. Þú veist, hann gerir góðar myndir, svo bara líður tíminn, maður breytist. Já. Færði allt inn bara hræðilega smekk. Já. Er það hægtur að sjá hvað virkar? Já, eða vantaði bara kassa inn, þú veist. Meina pening? Já, eitthvað, ég bara, þú veist, eða, þetta er náttúrulega, þú veist, og þetta byrjar náttúrulega með handritinu. Handriti í þessari Old mynd er bara ekki gott. Það er bara agalegt. Mér finnst á sama tíma fannst mér alveg grunnhugmyndin ágætt og hún er svona smá, það reffar eitthvað smá í lost þarna, þú veist, við erum bara að taka eitthvað svona, það er eitthvað skrítin staður út af einhverju jarðfræðilegum ástæðum, alveg til ég að kaupa það, skilur, en svo bara kemur, það verður allt vont þarna, þetta er bara allt. Leikararnir, söguþráðurinn, handriti, díalógun, ég var bara með kjálkan í gólfinu, sko. Mér finnst líka þegar þú kemur svona, þetta er svona high concept mynd, bara eitthvað strönd og þú byrjar að eldast bara geðið hratt. En málega ég sé alltaf, það er ekki nóg að koma bara með mitt loglænið. Þú þarf síðan að smíða í kringu það. Skilur, það er ekki nóg bara að koma eitthvað geðveika hugmynd. Af því ég hugsaði mér, hvernig ætlar hann að klára þessu mynd? Og svo, ég ætla ekki að spoilinni, hún er svo ný, en hvernig hann klára hana? Þú veist, ég var bara svona, oh my god, mér finnst þetta svo óáhugavert. Þetta var bara eitthvað svo easy, þetta var næstu í svona, herri, það er draugur, þetta er allt draugur, eða þú veist, þið var bara að dreyma, og þetta er næstu í þar, sko. En svo horfum við aftur Sixth Sense, stuttu. Þetta er briljant mynd. Já, einmitt, ég þarf að horfa á hana aftur. Ég myndi miklu frekar að horfa á hana bara 3 í röðeldinu og fyrir aftur á svo Old þarna. En sko, ég hugsa eitt sem ég hugsaði, þegar ég var að fara, þú veist, einmitt út úr bíónu núna daginn, við getum bladrað, ég veit það, já. Það er svo gaman. Herðu, en þannig að ég hugsaði mitt bara, þú veist, ég hafði ekki samúð með neinum karakternum í Old. Bara mér fannstu bara öll einhvern veginn, ég komst ekki nálagt neinum, ég varst bara svona allt ógeðslega svona painted by numbers, þú veist eitthvað svona, við verðum að hafa eitt sálfræðinga því þá getur þau tala, hún er ógeðslega pirrandi að tala um þetta, við verðum að hafa eitt lækni, höfum hann geðveikan, eitthvað svona bara, það var ekki sagan að dræfa þetta, mér varst það bara vera eitthvað, ég veit ekki hvað klikkaði þarna, en ég var allavega ekki sátt við þetta. Mér leiddi, sko. Því fór hún í bíó og ég var alveg bara svona og mér varst hann ekki vita hvað hann alltaf enda mér varst það svona 3 ég bara, endar hann þarna nei, þetta er aðeins áfram áhugavert, þannig leiði mér, sko að því mér er svo magnaði sem með þann gæja M. Night Shyamalan menn þetta er góð penni, hann kann alveg skrifa en svo veldur maður fyrir sér þar sem ég bara palsut í, tökum bara Sixth Sense frægasta myndin hans og þetta er svo solid mynd út í gegn, algjörlega, vel skrifuð en er það ekki líka bara því að hann hefur örugglega endurskrifað hana 50 sinnum og það, eins og þú veist, það er rosa vinna og við mikil tími svo er ég að pæla, svo verður hann frægur og ríkur var Old kannski bara endurskrifuð 8 sinnum
skilur hvað við, hann bara hefði þurft að gera 27 sinni viðbót. Já, nei, maður spyr sig. Já, Er hann bara eitthvað svona... Þetta reyndar mjög áhugavert. Kannski svona hungrið farið úr honum, hann var ungur þegar hann gerði hinnar. Já, þetta bara mjög áhugavert. Að þetta þú veist, handritaskrif það ekkert glorious við þetta. Þú er bara sveitt, lokuð í einhverju skrifstofu með fólki, einhvern veginn og þú veist, það bara táfíla og sviti og allir eru orðnir ógeðslega pirraðir því að lausnin ekki að koma. En hún tekur bara tíma. Hún tekur bara, þú veist, aðrar yfirferðir og fleiri auga að lesa og allt þetta, skilur. Það er ekkert, þú veist, það er ekkert cool við að vera handritshöfundur, sko. Í alveg bara ekki neitt. Það var alveg gaman að hafa gert eitthvað, en þú veist, bara svo hugsa maður alveg, það voru svona 2017 miljón klukkutíma sem fór í þetta, skilur. Það er bara, that's the name of the game, skilur. Af því að verkið sjálf getur alveg orðið töff og cool. Já. En kannski starfið sjálft, það er ekkert glamur Nei, það er það bara alls ekki. Nei, sitja okkur á tölvu og... Já, það er það bara alls ekki. Þannig að maður svona einhvern ímyndir sér stundum með svona fólk sem verður svona, af því að hann alltaf var bara stór stjarna. Já, heldur betur og hann hefur þá verið bara nokkuð ungur þegar hann gera þessa mynd. Gerir Sixth Sense. Já, og þá var það líka egoið og svona, þegar allir að segja þig og snillíkur, allt sem gerir snill, stórhættulegt. Þú veist, maður spyr sig, maður er alveg séð fræga leikstur svona sem detti í þessa grefju að þeir verða bara svona, hörðu, allt sem ég skrifa gull og þá er enginn sem segir nei við handritshöfundum. Er það sniðugt? Ég sé fyrir mig þegar hann var að pitcha Sixth Sense, það er kannski einhver sagt við hann, þú veist, en svona, einhverju framleiðendur eitthvað, hann kannski farið tilbaka á laga eitthvað, en í dag, hann M. Night Shyamalan, segir ekki nei við hann. Nei, ég alveg tala. Þá vantar kannski mögulegst þú varst að tala þessu uppbyggilegu gagnrýni sem hjálpa þér að setja efnið á færri stall. Já, og ég held þú verður alltaf að vera móttækilegu fyrir gagnrýni eða þú ætlar að vera einmitt í þessu, sko. Já, það eitthvað bara klikkaði þarna stórkostlega. Mér finnst bara ótrúlegt einmitt að framleiðslu fyrir ekki hafa í alvörinu bara sett þetta í framleiðslu og bara kynnt þetta í bíó bara eins og þetta væri bara sniðu hugmyndur í venlegt fólk að eyða þriðjudagskvöldið þarna, sko. Já, ég skal gefa honum 1 kredit. Já. Mér fannst alveg gaman að fara á, ég fíla alveg ofurlitsmyndir. Ég fíla alveg Star Wars og eitthvað leit og svona, þó er þetta búið líka það merk í dag. En mér fannst alveg gaman að fara á svona, kannski ekki low budget, en hún kostaði ekki mikið, eitthvað svona mystery, eitthvað, mér fannst þetta vera svona ferskur svona ferst svona eitthvað einmitt. Það var ekki endurgerð, ég heldur endur sem byggð á teiknumyndasögu. Já, þetta byggð á einhver bók, sá ég bara með lókir. Sko. Já, það teiknumyndasaga? Já, ég heldur teiknumyndasaga. Áhugavert. Eða bók, ég man ekki hvort það er. Já. En ég er svona einhvern veginn, þetta var gaman. Já. En myndin var bara ekki góð. Nei, en þetta enda gott og fólk á að eiga það sem það áskilið, sko. Þetta alveg góð punktur. Að þú veist, þú varst ekki að fara á eitthvað svona mega uppskrúað eitthvað tæknibreytir og alls konar dótskilu. Þetta var svona að þýletirinn til hún bara nokkuð svona jarðtengt, þú veist. Já. Mér varst gaman að ferðast. Mér varst gaman að ferðast í gegnum bíómyndir. Það var smá að koma til eitthvað eiga klassa þarna. Og það er alveg gaman að fara á nýjastað. Já. Ekki bara aftur í Marvel heiminn, aftur í Harry Potter heiminn. Akkurat, já. Við sýndum mér eitthvað nýtt. Algjörlega. Þess vegna fílaði ég rosa vel og var ánægð með hana að mörguleiti, Avatar. Já, einmitt. Það var svona drullæður hann eitthvað, þetta er ekkert frumlöðu sögur eða eitthvað. Ég veit ekki hvað þú stendur með. Mjög svona geggjuð. Já, ég meina mjög svona mjög flóða. Mjög svona bara skemmtileg. Þetta er líka nýr heimur. Já. Þú har aldrei farið til Pandoru áður. Akkurat. Og mér finnst fólk taka svona eins og sjálfsögum hlut. Já. Þetta er núna, því hún gefur 2009 og næsta mynd kemur bara pælda þessi í því. Þannig að fara að gera eitthvað 3-4 myndir í viðbót, sko. Já. Og ég held að það hafi verið brjálað að hann er búin að eða svo miklu tími handriskir. Ég að skrifa þetta, að hann veit að skipta svo miklu máli. Þó að hann sé með þessa milljarða þess að gera eitthvað svaka tölubröllur eitthvað. En mér finnst það bara svo, ég sakna þess að fara eitthvað svona nýja heima og 90s-myndir og fullar eitthvað svona. Ég er sammála. Þú veist, alltaf bara einhverju nýjum settingum og bara, þú veist, og bara svona stand-alone myndir, þú veist, það var aldrei eitthvað as good as it gets 3, 4 og 5, skilur. Það var eitthvað prequel þegar hann var ungur. Nei, það var bara, þetta er bara sagan, þetta er tímabili sem er áhugavert í lífum þessa fólks. Já. Bara æðislegt, bara gjöf. Þetta þarf ekki alltaf að vera svona franchise. Nei, það er einhverju kapitalista komnir inn í það og vilja eitthvað
Þetta er gæði jakkafötum og þeir eru eitthvað. En það er náttúrulega alltaf líka konfliktið, þú veist, að þetta er þessi geiri, skilur, þú ert að búa til eitthvað og það er sköpun og list og svona, en svo er alltaf hinn hliðin, þannig að peningarliðin, þú veist, getur orðið náttúrulega fyrirferðar mikil og getur fara að trufla fólk, sko. Já, þú ert með sko listamenn, listafólk og svo ertu með peningarliði. Já, já. Þú veist, það getur verið konflikt af það, sko. Já, það þarf að tala saman. Þá verður að spyrja að lokaspurning. Lokaspurning. Og rosa skemmtilegt. Já, svoleiðis. Og bara fræðandi og gaman að heyra svona þína hlið og bara að skrifa. Lokaspurning. Hvernig sérðu fyrir þér núna bara næstu árin, ég veit hvort þú veltir þessu fyrir þér? Að því sjónvarpir, eins og segja, það er alveg sterkt, bíómyndar kannski aðeins að dala. Erum að fara að fá comeback? Fáu aftur 90s tímabili? Eða sérðu bara fyrir, nei, þetta er kannski meira sjónvarp og það verða bara stórmyndir í bíó? Þetta er risastór spurning. Endum að erfiðar spurningu. Já, sko, það sem hefur náttúrulega verið að gerast bara í neyslu mynstri síðustu ára er að það bara, þú veist, það er allt á leiðinu upp. Við erum að neyta rosalega mikils efnis. Þannig að, sko, ég veit ekki með kvikmyndahúsin og eitthvað svona hvort að fólk er meira að vilja að einhvern veginn horfa á þetta heiman frá og eitthvað þannig, skilurðu. En þú veist, ég var nú að lesa ykkur á fréttum daginn að það sem Netflix er að veðja á núna eru tölvuleikir. Þeir eru að fara inn í tölvuleikja framleiðslu, multiplayer leiki og ég var eitthvað, ok, býtu, er þetta framtíðin? Því að maður er eitthvað, já, framtíðin svona, svo er framtíðin alltaf það sem bjóst ekki við. Allt öðruvísi. Já, mér finnst það svolítið gaman, þannig ég fór eitthvað að hugsa eftir þetta, það var einhver grein í Economist þetta og svona svaka úttekt bara á því að þú veist, tölvuleikir væri þetta alltaf svona framtíðin, þú veist, að við myndum öll svona verða opnari fyrir þeim. Ég meina þeir náttúrulega, það er risa business. Það er risa business. Hann er stærri held ég en bíómyndabransin og tónlist saman, sko. Já. Tekilega séð. Já, wow. Pældi í því. Þetta er rosa bransi. Já. Ég vil sé fara með rétt mál. Já. Þetta er risa bransi. Já. En þá er líka að spyrja þig, bíómyndir. Bíómyndaformið. Já. 90 mínútur, 100 mínútur. Það má ekki. Nei, það held ég ekki. Nei. Þú veist, sko, við þurfum þetta allt. Það er ekki þetta, þú veist, segja bara, nú er það bara TV. Sumar sögur eiga að vera bíómyndir. Já. Og sumar sögur eiga að vera sjónvarpsþættir, sumar eiga að vera 5 þættir, sumar eiga að vera 50 þættir. Þú veist, þetta er bara, þetta á að vera fjölbreytt og alls konar. Mér finnst það. Mér finnst að öll eigin ekki verið í sömu körfunni. Bara þarna eigum við bara að vera, þú veist. Þú veist, maður fyrir bara að velta fyrir sér að því að sögur mun alltaf vera til. Heldur betur. Alveg 100%. Já. En bara formin. Er þetta breytast bara, morfast einhvern veginn í sjónvarp og sérstaklega svo COVID, það er svo mikið fyrir bíóhúsum. Já. Þú veist, það kemur stundum í mig eitthvað svona stress bara, þú veist, eftir 20 ár verður það bara, framlega það bara gett lítið af bíómyndum bara. Ég hugsa, veist að allt lífið er pendull, þú veist, það bara sveiflast einhvern veginn alltaf fram og tilbaka og nú er eitthvað svona trend í gangi, svo held ég við förum alltaf aftur. Ég til dæmis að heyra rosalega góð hluti ný íslensk mynd á leiðinni Svarubréfi Helgu, sem Ása Helga var að tók í fyrra og það ávist að vera bara eitthvað geggjumynd og það er unnið upp á bók, bara Svarubréfi Helgu, sem kom út fyrir nokkrum árum, hann Bergsveinn Birgisson skrifa hana, geggjubók og það er einmitt bara svona sagan er bíómynd, sagan er ekki einhverjir 8 þættir á sjónvarpi, þú veist það hendar þessari sögu að vera bíómynd formið passa best fyrir þessa sögu, það er kvikmyndaformið. Já, og það, þú veist, eins og þú segir, við munum aldrei hætta að segja sögur og sögur eru alls konar á mismunandi stuttar og langar og allt þetta skilur, þannig að ég held að við hljótum bara að halda í öll formin og nýta það sem að, þú veist, hendar best hverju sinni, þú veist. Ég vona það, ég ætla að vera bjartsýnn. Já, við getum ekki fara að enda á einhverjum svart sínum nótum. Auðvitað lifir það, bara já 100%, sko. Já, endum á því, það er björt framtíð. Já. Og bíómyndir munu lifa. Algjörlega. Og líka góða sjónvarpsþættir. Algjörlega. Takk hérlega fyrir að koma. Já, takk fyrir mig, gaman að koma.